Já, verið velkomin í þennan fyrsta þátt eftir sumarfrí. Ég hérna með henni Fanney sem með vetragarð og ég greip bara svolítið tækifæri þegar ég sá hún sett inn bara sprengju inn á handóða núna í fyrir vikunni og það var Tímu og af hverju, kannski bara hætturnar sem geta verið að versla af svona síðum og það voru mjög svona mismunandi skoðanir, eðlilega eins og bara með allt í lífinu. Þannig að mér langaði ótrúlega að fá hana bæði bara til að kynnast henni og vita meira hvað vetragarð og líka fara aðeins yfir þessa umræðu því mér finnst þetta ótrúlega áhugavert. Vertu bara hjartanlega velkomin, Fanny. Takk fyrir það. Takk fyrir að fá mig. Já, bara þetta ótrúlega skemmtilega, eða svona ekki skemmtilegt kannski, en áhugavert. Þetta rosalega áhugavert umræðefni. Já, og þetta svona kannski heit umræða. Mjög svo, og sérstaklega núna, eftir kannski ég varpaði þessi sprengju inn á handóða. Já, er ekki bara búið að vera svolítið logandi hjá þér? Jú, ég líka bara, þú veist, inboxin mín, allsstaðar eru að springa. Er það ekki? Alveg að springa. Ég get vel trúað því. Og þú veist, og tek það fram og mér finnst það æðislegt, mér finnst frábært að fólk sé að senda mér skilabóð, bæta í umræðina, það eru rosalega margir sem að þú veist voru að koma með rosalega góða punta sem að ég kom kannski ekki inn á og eru kannski aðalega að senda mér inn á Instagram og þess að ég fór síðan einmitt eftir ég á búin að setja inn á handóða, fór inn á Instagram til þess að tala betur þetta og þar var fólk með mjög góðar undirtektir. Það var frekar inn á handóðum þar sem að það var kannski verið að lasta þessu aðeins. Það nú bara eitthvað sem loðar svolítið við þessa grúpu. Já. Handóðir verður seint þekkt fyrir það að vera uppbyggileg grúpa. Því miður. En það bara virðist einhvern veginn alltaf loða einhvers konar neikvæðistótt þannig. En sko, mér finnst samt rosa mikilvægt að maður fái allar hliðarnar á málunum. Þannig að ef maður reynir að horfa bara á það þannig. Algjörlega. Og oft líka kannski, hvað voru mörg komment? Guð, ég veit það ekki. Og veistu, maður tekur bara oftast eftir þessum neikvæðu. Já, og það bara þannig. Og þú veist, fólk enn þann dag í dag, þú veist, 5 dögum seinna eða eitthvað, ennþá að kommenta undir hana og það ennþá að læka þetta og þetta byrjaði mjög jákvætt, það sem að fólk var að segja bara vá hvað ég sammála, takk fyrir að taka þessu umræðu, frábært, ég sammála öllu og svo byrjuði þessi neikvæðu komment að koma og þetta svolítið bara þú veist leið og eitt neikvætt komment kemur, þá koma hinn og núna þetta mitt orðið bara rosalega mörg komment og ég ákvað að hætta að fylgjast með því og lesa þau vegna þess að þetta bara orðið neikvæð komment núna. Já, ok, einmitt. Já, sama hér, ég byrjaði að fylgjast með og svo bara heyrði. Ég hef ekki orku í þessar neikvæðu orku hérna. Akkurat. En það endalaust hægt að rífast og bara endalaust. Maður nennir ekki. Þú getur alveg farið í garð og rífist ykkur steinana og runnana, sko. Akkurat. Sem myndi veita manni kannski meiri gleði. Ég segi því. En já, við kannski, mér langar bara fyrst til að áðurum fyrir mig þessu umræðu að kynnast hér aðeins betur. Já. Þú ert með vetrargarð. Já. Og fyrir þá sem ekki vita, það byrjaði sem netverslun, það ekki? Jú. En núna orðið verslun? Já. Og hvar þessi verslun? Ég staðsett á Akranesi. Ég byrjaði mitt sem netverslun í september 2024 og opnaði svo verslun með vinkonu minni, henni Ínu hjá Kyrðknitt í júní 2026. Bara glæný? Já, á Akranesi. Hvað á Akranesi? Þetta svona í... Þetta hérna, fyrir þá sem þekkja eða eru kunni staðáttum, þá þetta í gamla bónusvídeó. Og þetta í Stekkjarholtinu. Ég hef eftir að kíkja. Já, hún gullfalleg. Er það ekki? Já. Og þetta var bara, þetta var ekki eitthvað sem að ég ætlaði að gera. Þetta var, sko, mér fannst vetrargarð vera orðið of stórt til þess að vera með í aukaherbygginu heima hjá mér. Þetta byrjaði þannig, þetta var bara í aukaherbygginu heima
en þetta var bara farið að vera það stórt að þetta var farið að breiða út úr sér inn í stofu. Ég var með, þú veist, ég var að geyma garn í kössum fram í stofu, ég var oft bara með sko allt upp í 6 kassa þar og þetta var farið að vera allt og stórt, þannig ég var bara svona, heyrðu, ok, þú veist, ég verð að fara að finna eitthvað rými, bara, þú veist, að minnstakosti fyrir kassana. Já. En þá bara datt þetta rými í hendurnar á mér, það var sem sagt bara auglýst í bæjargrúppunni, bara þetta rými til leigu og ég bara stökk á það. Okay. Og ég fekk það bara í hendurnar samdægurs og ég var bara þannig á okkur bleiku skýi og ég og Ína við erum rosa góða vinkonur og kynntust í gegnum prjónið. Já. Og ég segi henni frá þessu og ég bara, þú veist, liggu við öskra á hana bara, oh my god, ég fekk rými í hendurnar og hún samgladdist mér rosa mikið og svo var ég bara, viltu ekki bara vera með mér? Okay. Og þannig að við erum sem sagt ennþá sko 2 fyrirtæki undir sama þaki. Já. Er hún líka salegarn? Hún er líka salegarn, já. Hún er með rosa flott garn frá Frakklandi og Fonti í garnið og svo er hún líka með Vibes. Og þannig að við erum saman í rými og það er, þú veist, við vildum ekki fara í einhverja samkeppni, heldur erum við bara að styðja hver aðra, við skiptum bara vöktunum bræðralega á milli okkar, það er opið í 6 klukkustundir á viku. Já, ok. Og bara, þú veist, þetta gengur æðislega og bara fólk tekur vel undir þetta. Já. Fyrst áttu þið svolítið erfitt með að skilja bara, þú veist, nú býtu á ég að borga í sikkurum posanum. Já, einmitt. En þú veist, þegar maður útskýrir að fólk skilur þetta alveg. Einmitt. Bara svona svolítið eins og bílasölunar. Nákvæmlega. Já, í staðan fyrir að vera ykkur samkeppni. Akkurat. Að því oft labba maður inn í ykkur búð og maður bara það kallar á mann eitthvað ákveðið garn. Nákvæmlega. Já, það er nú svolítið oftast þannig þegar maður labbar inn í garnverslu. Já, og líka sko það eru 4 garnverslanir á Akranesi. Í alveg? Já, og Akranes er nú ekki stórt bæjarfélag. Þannig að það er bara gaman að 2 fyrirtæki séu undir sama þakinu. Já, mér finnst það, ég verði að koma og kíkja á okkur. Já, endilega. Þið eru með hvað er heimasíðan ykkar fyrir þá sem vilja kíkja? Það er vetragard.is og þið eru á öllum samfélagsmiðlum, ekki? Jú, Instagram, TikTok. Já, sko. Er þetta fleiri eða ertu? Nei, þetta er svolítið einna konu fyrirtæki. Já. Maðurinn minn náttúrulega er með mér í þessu Er hann svona ólaunaður starfsmaður? Já, svo sem ég líka, en þú veist, það er ekki aðrei. Já. Þetta er allt gert, ég hef aldrei borgað mér laun. Ok, en heyrðu þetta inn í af þessum kommentum var að vera að tala um okrið græðgina í þessu, þetta er óþólandi og hér einmitt, ert þú ekki greiðir laun? Nei, og veistu þetta er einmitt komment sem að fór einmitt svolítið undir húðina á mér af því að ég ætla ekki að neita fyrir það. Garn er dýrt, hvort sem að það sé keypt hér á Íslandi eða út í Danmörku eða einhvers þar, garn er dýrt. En þegar að þetta er bara, þetta er hjartansmál. Já. Þegar að ég sem fyrirtækjaeigandi þarf að versla dokkuna úti af framleiðandanum. Ég þarf að borga sendingagjald, ég þarf að borga umsýslugjald, ég þarf að borga sendingu frá flugstöðinni jafnvel og til mín. Ég þarf að síðan að borga virðisaukaskatt, ég þarf að borga leigu. Já, þú veist, það er svo ótrúlega margt sem að ég þarf að borga sem að fólk áttar sig ekki á og ég áttaði mig heldur ekki á þessu þegar ég var að byrja. Bara hvað er gríðarlega mikið svona innan gæsalappa leyndur kostnaður sem að bara enginn áttar sig á. Og þegar ég er búin að borga allt saman af þessari einu dokku sem ég keypti úti í Póllandi, ég kaupi garnið mitt frá Póllandi, meðal annars, þá þarf ég að leggja 27% á það þegar ég er búin að borga allt sem sagt, umsýslugjaldið og sendingu og allt það, þá þarf ég að leggja 27% á dokkuna bara til þess að koma út á nulli. Já, einmitt, pældi því. Af því ég þarf að borga virðisauka og ég þarf að borga færslugjöld til þess að geta selt hana. Einmitt. En svo inn í, þú veist, það vantar samt
leigu, laun hita, ramma, internet og líka bara Shopify-gjöld og þú veist líka þau eru dýr og þú veist og allt annað, þú veist, allt sem að þið sjáu á samfélagsmiðlum eða tölvupóstanir sem ég svara eða skilabóðin eða eitthvað, það er allt bara ólaunað sem ég er ekki að leggja ofan á gatnið þá. Einmitt. Þannig að svona, þú veist, þetta er einmitt það sem að má ekki gleyma. Nákvæmlega, það er einhvern veginn, það er alveg ákveðnar skiljum eins og þú getur ekki borið þig saman við IKEA eða Costco, það bara er ekki sambærlegt og við þurfum líka að gera okkur grein fyrir því, við erum pínu lítil bara eitthvað sker út á sjóskilur sem að þetta bara er ótrúlega dýrt og það er ekki sjálfgefið að það er svona mikið úrval af bara alls konar garni á Íslandi. Og búið að aukast gríðarlega bara seinustu 5 árin. Bara síðustu 5, 3-2 árin. Já, einmitt bara. Þetta bara poppar út þessu gorkúlur sem er eitthvað geðveikt. Það er geggjað. Þetta er forréttindi. Það er það, sko. Já. Þannig að, og þú myndi alltaf geta fundið, eða sérst, kannski ekki ef þú ert bara með eitthvað ákveð, eða skilju, ef þú ert bara að leita eitthvað áferð, eitthvað lit, þú getur 100% fundið á Íslandi. Já. En, já, svo er einmitt verðið, kannski, við förum aðeins betri við það eftir. Já. En hvað er ykkur svona, þú ert aðalega að selja garn, ert að selja eitthvað meira? Ég selja líka auka hluti, bara þú veist, allt tengt prjóna vörum og svo selja líka uppskriftir. Ég sem sagt hanna uppskriftir og sel þar og sel líka uppskriftir frá Knit by A og Knit by Katrín. Ok. Og svo undir nafninu mínu sem er Fanny Knits. Já, ok. Þannig ég þarf að kíkja það. Og þið finnir það inn á vetragat.is. Vetragat? Já. Ok. Og er þetta að versla það líka í búðinni? Ekki þetta er sem sagt bara í PDF formi. Já. Það er best að versla það bara inn á netinu. Ok. Ok. Er þið með eitthvað svona merki, hvaða garn ert að selja? Ég er að selja garn frá Gabo Wool sem er pólskt merki og svo er ég að selja líka Ullen Yarns Mellow frá þeim. Þeir eru bara með eina tegund af garni enn sem komið er. Þetta er glænýtt garn á markaðinum og þetta er norskt merki. Hún hefur alltaf verið að búa til prjónauppskriftir og byrjaði svo að framleiða garn núna á þessu ári. Og þegar ég sá þetta, ég sendi henni tölvupóst, bara garni var ekki eins og komið í sölu út í Noregi og ég sagði bara, ég vil fá að selja þetta á Íslandi, takk og pent. Var ógeðslega gaman fyrir hana? Já, hún líka bara eitthvað svona, ég var ekki búin að hugsa neitt, business to business, ertu til að gefa mig smá tíma? Og ég bara, já, ekkert mál, en ég vil vera fyrst. Já, og þú geggja? Það hefur gengið upp? Já. Vá, það er svo gaman en þú veist, það er til dæmis talandi þú veist, dýrt garn. Það er rosalega, þú veist, þetta er gríðarlega kostnaðarsamt fyrir mig og ég hef verið að borga með því. Já, bara ekki að búið upp á svona garn. Já. Pældu í því. Það er sem er sorglegt, en þetta er samt, þú veist, ég er sett 1990 krónur á það núna. Ég neyðist til þess að hækka það þegar núna er meiri sending á leiðin og ég neyðist til þess að hækka það þó svo ég langi ekki að gera það en ég eins og ég er að gera núna, ég er að borga með því. Já, þetta er nefnilega hlutur sem að fólk kannski bara gerir sér ekki grein fyrir. En fannst, þú sagði mér áður við byrjum að taka upp og þú fannst þeim eitt mun frá því að eftir að opnaði verslunina. Já, algjörlega. Að fólk vill koma við. Já, við vitum það líka bara sem prjónarar. Við viljum fá að þrefa, við viljum fá að vita hvort þetta sé mjúkt, hvort þetta klægi, hvort þetta eitthvað litasamsetning hendar. Við viljum, þú veist, prjón er svo mikið að fá að sjá. Já. Þannig ég var einmitt rosalega mikið þegar ég á netverslun bara að fara hinga og þangað, vera með pop-up og við gerðum mikið að því upp á Skaga á kaffihúsi sem var þar. Ég var bara heilu vikurnar þar oft bara með lega fólki að þreifa og sjá en fann gríðarlegan mun í því þegar ég var svo með versluna sem fólk gat komið. Já, einmitt. Ég trúi því einmitt. Líka oft myndirnar, ég nefnilega lendi í sjálf að kaupa garn á netinu og svo var liturum bara mér fannst hann ekki einu sinni líkur myndinni. Já, og ég er alveg sammálaði, já. Þetta er líka allt tekið, þú veist, þessar myndir eru teknar upp í stúdíó með stúdíólýsingu og svona, svo kemur það bara út í þú veist, náttúrulegt ljós og þetta er bara,
Einmitt. Þetta er miklu hlýrra kannski en Nákvæmlega. er á myndin á netinu og eitthvað. Og sumt kannski líka handlitað, þá það Akkurat. aldrei eins. Nei, nákvæmlega. Þannig að það er mitt. Ég handlitaði mitt líka garn og ég Ég sá í stóri í dag, þú ert að gera það sjálf? Já, ég handlita garn líka. En ég er eiginlega bara með það í búðinu minni af því að handlita garn er svo mikið bara, þú verður að fá að sjá það. Já. Þú getur eiginlega ekki versla handlita garn á netinu, eða ég er svolítið þar. Já, ekki nema þú sést rosalega svona ævintýragjörn og ert bara alveg sama Já. Það er alveg ykkur þar. Ég hef alveg, ég bara disclaimer, ég hef versla handlita garn á netinu. Já. En þetta er samt, það er svo samt, vá, lita dýrðin að koma til dæmis á sölubás, það sem er bara litað, handlitað garn, vá, þetta er gullfallegt. Og maður vill líka, maður vill sérst, ég man eins og núna á Blönduósi í júní, þá var ég að versla ég veslaði nú alveg af nokkrum og mér fannst svo gaman að velja mér dokkurnar. Já. Þú veist, þær voru ekki allar eins. Engin eins er eins. Nei, engin. Já, engin dokka. Já, það er bara, þetta er allt, einnig handgjart, þetta er bara gert að alúð og þetta er algjörlega einstakt. Og það getur farið eftir hvar hún lá í... Akkurat, í vatninu. Fatinu, já. Það er bara, það geta legið hlið við hlið, en það eru samt gjör ólíkar. Nákvæmlega. Þannig að það er, ég reyndar þannig þegar ég fyrir krónuna, ég panta ekki á netuna því ég vil velja kartöflurnar eða avokado sjálf, sko. Fá snerta það og Já, þannig að eins með garnið. Við erum náttúrulega var ekki gatherers við konunnar, maður vil koma við allt. Nákvæmlega. Og það er maður fjárfestir í þessu. Herðu, maður sjá, hvað en hvað finnst þér, er eitthvað sem kom þér á óvart, annað en kannski eða kom þér ekkert óvart, er það meira að gera þegar fólk getur komið við, en er eitthvað sem kom þér á óvart þegar þú opnaðir verslunina? Hún er ekki búin að vera opin lengi. Nei, hún opnaði hana fyrstu vikuna í júní. Það var svo sem ekkert sem kom mér á óvart. Akranes er lítið bæjarfélag og bara stuðningurinn sem maður hefur fengið er ómetanlegur og margir bara að koma til þess að sjá af því að þeim finnst bara gaman að það sé verið að bæta í menningarlífið og það var líka svolítið bara ætlunin okkar að bara að gera menningarlífið, byggja upp menningarlífið af því þetta er bara það er æðislegt að geta labbað heiman frá sér og farið í garðbúð og keypt sér prjóna á garn og bara farið svo heim og fitjað upp að þurfi ekki að keyra til Reykjavíkur til þess að gera það og þannig að það eru rosalega margir sem hafa bara stutt við mann og bara komið í búðina og bara vá hvað þetta er fallegt og æðislegt og bara takk fyrir og fara heim til sín og það er líka bara svona, maður finnur fyrir svona stuðning og það er ómyndilegt. Já, ég trúi því. Bara ótrúlega gaman að mynda að heyra þegar samfélagið svona tekur svona vel í eitthvað svona nýjungir. Það er líka bara þetta getur alveg verið svona skeri og erfitt að fara á stað. Þannig að það er bara virkilega ómyndilegt að fá svona stuðning til að byrja með. En hvernig áður þú opnaði verslunni þegar fannst þér vanta því fyrst ætlaði bara að vera með netverslun, það ekki? Jú, allavega til þess að byrja með og svo bara þegar fjármagni myndi leyfa eða plássleysið að þá, það var alltaf svolítið ætlunir mín að opna verslun. Framtíðarsýnin? Já, okay. Það var svona á 5 ára planinu sko. Já, vá, þetta gerist rætt. Já. Og var það því þið fannst vanta í vöruúrvalið eða var það langaði bara að fara út í reksturinn? Það vantar alls ekki fleiri garnverslanir á Íslandi. þar eru rosa margar. Já. En mér finnst það æðislegt. Það er margar fyrir það? Já, það er eftirspurnin. Það er alltaf gaman að prófa nýtt garn. Það er alltaf gaman og mér finnst æðislegt að þær eru að spretta hérna upp bara, garnbúðinar hver á eftir annar. Mér finnst það æðislegt. En það sem ég hugsaði bara, þetta vantar ekki. Nei. Það vantar ekkert fleiri garnbúðir en mig langar til þess að gera þetta. Og þegar maður hefur brennandi áhuga á svona rekstri þá gerir maður það og maður fer ekkert út í fyrirtækjarekstur en maður hefur ekkert áhuga á þessu. Nei, nákvæmlega. Þú verður að hafa brennandi áhuga fyrir þessu og þetta var alltaf planið hjá mér þegar ég byrjaði að læra að prjóna aftur, þar að segja, að læra allir að prjóna í grunnskóla
Já. En svo lærði ég að prjóna aftur þegar ég var í fæðingarorlofi með strákinn minn eldri. Já. Þá kendi mamma mín mér að prjóna aftur af því að óskalistinn minn var orðin svo langur og hún sagði, rétti mig bara prjónana og sagði, gjörðu svo vel, gera þetta sjálf. Og ég þurfti bara að gera svo vel að hlýða. En fannst það ekki gott að þú Jú, ég er mjög fegin að hún hendi ykkur uppskrift í mig og sagði bara, lestu uppskriftina og gjörðu svo vel, gerðu þetta bara. Og ég held eitthvað, ég skil ekki, ég veit ekki hvað að gera. Hún bara, hvað segir uppskriftin? Já. Þoldi ekki. Hvað segir uppskriftin? Hvað átt að gera? Og hún bara, já, að fyti upp. Já, gerðu það þá. Já. Og hvað getur hjálpað mér? Nei, þú ert að læra þetta. En þú lærði þér það ekki? Ég lærði þetta. Já. Það ég þurfti einmitt sama. Þegar mamma satt yfir mér og hún í rauninni, hún sagði mér, mamma notaði ekki uppskrift, hún notaði í rauninni bara tölnar. Já. Og svo sá hún, gerði bara þetta, gerði bara hitt. Já. Og þannig lærði ég, að með því að hún sagði mér það. Já. Annars hefði ég örugglega ekki komist í gegnum þetta, sko. Einmitt. En að hafa eitthvað svona... Nei, og þú veist, það var rosalega gott að hafa mömmu við hliðan á mér, vegna þess að ef ég gerði mistök og þá þurfti ég að laga, þá gæti ég alltaf hendur sig í hana og beðið aðstoð. Einmitt. En þú veist, núna er maður bara farin að gera þetta sjálfur. Já. Þannig að þetta bara... Og líka, við höfum verið, ég og Anita vinkona mín, við höfum verið með prjóna námskeið fyrir byrjendur. Þannig að það er gaman þegar þetta kemur svona í ring aftur. Já, algjörlega. Sko. Þannig að mér finnst bara mjög stutt síðan að ég var að byrja að læra að prjóna og núna er maður að kenna öðrum að læra að prjóna. Vá, hvað það er. Því leiðu þú byrjar, þá eru bara svona einhvern veginn allir vegir greiðir. Já. Þá er svo auðvelt að læra eitthvað nýtt. Akkurat. Og prjón er eitthvað sem maður getur alltaf byggt onna. Þú getur alltaf lært eitthvað nýtt. Já. Og þetta er bara svo, Og þú veist að þetta er líka bara, þú átt ekki að mikla þetta fyrir þér. Ég er rosa mikið í því að mikla allt fyrir mér. Ég er alveg bara, nei, ég get ekki gert þetta er allt og erfitt og svo bara, þú veist, loksins kannski fer maður í þetta og þá bara, hvað er góður, þetta var ekkert mál. Piece of cake. Þetta er yfirleitt auðveldar heldur en maður heldur, sko. Já. En svo ég er svo lesblind og þegar það eru svona skammstafanir í uppskriftunum. Já. Við erum bara flökurt. Já. Þannig að ég er ekki til dæmis með skammstafinir í mínum uppskriftum. Nei. Heldur, þær eru það aðeins lengri og orðin standa. Já, mist alls neitt. Uppskriftina sem ég geri, hver einasta stærð er með sinn lit. Já, einmitt. Ég þoli ekki, ég þarf alltaf að vera að telja, þú veist, ég er að gera stærð nummer 5, þá þarf ég alltaf, 1, 2, 3, 4, 5, ég er að gera 60 lykkjur, eða eitthvað. Og mér finnst það svo óþægilegt. Þannig að þegar ég skrifa mínar uppskriftir, þá er alltaf sérlitið, þá get ég alltaf sagt bara, ég er að fylgja rauðum. Og það er ótrúlega sniðugt. Og veistu, þetta er það sem ég elska við prjón. Það eru allir sem gera hlutina á sinn hátt. Akkurat. Og svo líka, þú finnur líka bara þinn, kannski svolítið, hvað maður segja, bara hönnuð. Að því margir er að gera bara alls konar. Já. Og sumir bara til dæmis petit nýtt. Bara fíla hvernig hún skrifar. Nákvæmlega. Og bara kaupa þá bara hjá henni til dæmis. Akkurat. Og eins og þetta er ótrúlega sniðugt, eitthvað sem ég hef aldrei spáð í. Þú þarfst að mynda að telja á mér. Ég er að gera nummer 5. Þetta er mjög sniðugt. Já, þannig að, maður er alltaf að, bara svona einmitt prjóni, einhvern veginn sem þú horfur á hlutina, getur verið svo allt öðruvísildur en ég horfur á hlutina. Akkurat. Og það er ekkert rétt. Einmitt. Það eru mismundi leiðir. Og líka kannski eins og það sem að gefa manni líka bara innblástur og ástríði í prjóninu. Það getur verið svo mismundi hlutir. Hvað til dæmis kannski... Hvað gefur þér innblástur? Ég myndi alveg segja börni mín. Það er bara börni mín nummer 1, 2 og 3 og þau hafa veitt mér allan þann innblástur sem að ég hef fengið kemur frá þeim. Það er mjög fyndið, mamma mín sem sagt, heitir Steinun og hún er litli prins og hún, ég veit ekki hvort maður á að segja stór prjónahönnur hérna á Íslandi en þú veist, hún er allavega kannski þekkt. Já, fólk veit hvaða litli prins er. Já. Reglulega sendi ég einmitt á hana bara, heyrðu, nú vill strákurinn minn fá svona peysu. Af því að þú veist, mig langar í svona peysu og já, hún á að vera með röndum og hún á að vera, þú veist, tvílita, hún á að vera svona. Hann vill fá hana og sendi henni og hún býr til, af því að hún er sko 1000 sinnum sneggri en ég. Já. En svo þegar ég fór á hana, að þá hef ég verið líka að taka af börnunum mínum að þú veist, innblásturinn þaðan því að mig langaði að búi til eitthvað svona fyrir krakkana eða þú veist, mig langaði eitthvað svona
en ég myndi, já, það bara svolítið allur innblásturinn minn kemur frá þeim. Vá, hvað það fallegt, af því að eins og mínar uppskriftir, þú veist, þegar ég kannski horfa á þessa, þá, þú veist, það einan í sófanum sem með svona bifukollum, þá man ég, þú veist, já, ég var í hérna börnátinu, ég var á námskeið hjá Núvitund og logoðu þeirra er bifukolla. Þannig að alltaf þegar ég sé hana, þá hugsa ég það. Þannig að þegar þú horfir á þínar uppskriftir, það hugsa börnin þín. Og hvað það er fallegt. Og það er svona ákveðna minningar, þú veist, það kannski manst þú örgulega, við vorum á leikskólanum þegar ég fattaði að svona kræði betri eða eitthvað. Akkurat. Það er ótrúlega gaman. Mér finnst alltaf ótrúlega gaman að fæ svona ótrúlega hlýju oft þegar ég fæ eitthvað svona minningar hvaðan hugmyndin kom. Já. Þannig ég get ímyndað mér að þeir eru að koma frá börnunum þínum. Já. Vá. En eins og í með litaval og svona, þú veist, hvernig finnst þér, þú veist, þegar þú ert búin að velja uppskrift, sérðu fyrir, þú veist, hugsar hana fyrst í litum eða þarft að sjá garnið og koma við það, labbar inn í garnvislun og lætur garnið velja þig? Sko, ég er mjög litaglöð. Ég hef rætt þetta líka í verslunni minni. Hérna ekki fyrir svo mörgum árum þá var, þú veist, beige og brúnt rosa mikið inn og það var bara, þú veist, allt Instagramið hjá manni, það var bara beige eða brúnt eða, þú veist, ekkert þannig, en svo, þú veist, fór ég inn á Instagramið mitt og það var bara, þú veist, gulur og grænn og blár og fjólublár og eitthvað, en ég hef alltaf verið rosa litaglöð þannig að, þú veist, ég sæki í litina og mér finnst þetta hafa pínu breyst í samfélaginu. Mér finnst, og ég finn það sem verslunareigandi að fólk er ekki lengur eins mikið að sækjast í þú veist, þessa jarðtóna. Núna er það svolítið að sækjast í litina. Þannig ég hef yfirleitt alltaf sótt í litina. En sko, já, ég sé fallega liti og kaupi það og gera síðan eitthvað úr því. Ég kaupi frekar garn og finn setna meir uppskriftina í það. Og ég kaupi það bara af því að mér finnst það fallegt eða þú veist, þannig, já. Og þess vegna sæki ég frekar í litina. Já, mér finnst það gaman að sjá hvernig, að því ég gerir bæði stundum. Já. Stundum er bara einhver litur sem bara öskrar á mig í búðinni. Eða einhver áferða garni. Já. En ég var að vá hvað uppskriftirna þín eru flottar. Takk, ertu skoðar? Ég er að skoða þær, vá. Þetta er alveg ótrúlega flott. Ég mæli með að skoða inn á Vetragarn. Að ótrúlega flottur þessi græni hérna. Sko ég tók sérst svona, hvað er þetta, litgreiningu. Já. Þannig að ég sé oft sko, ef ég er að prjóna á eitthvað eða fyrir eitthvað, þá velja ég svolítið litina út frá, þú veist hvað passar þeim. Akkurat. En svo ef ég líka verið að hugsa, náttúrulega þegar maður er að reyna að selja, þá reyni ég að hugsa okkur hvað er söluvæna liti, já. Söluvænir litir. Já, akkurat. Og ég er náttúrulega bæði, að því Íslendingar, alls ekki allir, eru svona, hafa oftast verið jarðtóna svona megin í lífinu. Já. En útlendingarnir, erlendis, er það meiri litur. Já. Og kannski mögulega eru litirnir að koma svolítið inn núna út af samfélagsmiðlum. Já, akkurat. Að það fólk er að sjá þetta hverjum degi, alltaf fleiri og fleiri liti og þá langar mann ekki reyns. Ég finn þetta hjá mér. Ég er alveg bara, mér langar ótrúlega mikið að fara að pröfa allt í einhver skæra liti. Nákvæmlega. Og þá finn ég þá ekki í lopanum. Nema eitthvað svona sér handlitað sem er kannski oft erfitt að vera að gefa upp í uppskrift af því það er ekki hægt að fá það kannski erlendis eða eitthvað svoleiðis. Það er til dæmis ég ætlaði sko að hætta með turkislit hjá mér af því mér fannst hann ekki vera að seljast, mér fannst hann vera ljótur og ég var bara eitthvað, það vill enginn kaupa þetta er bara turkisblár og svo keipti vinkona mín þennan lit og gerði peysu. Ég man ekki mögulega meira bara gaf ég henni þetta af því ég var bara, það er ógeðslega ljótur litur en það er að losa mig við þetta. Já. Og þessi, þú veist, hún setti eina mynd í story og hann bara sprakk og það var bara, hvenær kemur þessi litur aftur, bara geti keypt hann og ég var bara, guð mig góður, hvað er að ykkur? Já, okay. En það er svo magna, það þarf oft bara eitthvað svona eitt til að rjúki út. Nú er þetta mest seldi liturinn hjá mér. Vá, það er nefnilega svo fyndið, fólk er svo svona, ég veit ekki hvernig þetta orð er visual, sjónrænt. Já. Að það kannski sér, ef það sér eitthvað lit á heimasíðunni í garni, þá kannski sér það ekki fyrir sér hvernig flíkin verður. Já. Það nefnilega oft er svona
eitthvað sem maður þarf að hugsa út í og svona sölutrygg sem að nákvæmlega. virka rosalega vel. Já. Og ég hef líka alveg tekið eftir í unga kynnslóðin, ok, mér finnst ég alveg vera ung, en þú veist, þegar að 20 stelpunar eru að labba inn í verslunina og jafnvel yngri, það eru bara fullt af yngri stelpum sem eru yngri en 20 að prjóna í dag og koma í verslunina. Þær eru litaglaðar. Já. Og mér finnst það frábært. Sömulegis, ég er að vinna með mikið ungum stelpum og þú veist, mér líður stundum eins og risaðalu, eins og við erum bara ekki upp á sama tímanum. Það er svo mikill munur í hvernig þær klæða sig versus ég. Já. Hérna á 30-aldri. Eða á íslensku væri ég á 40-aldri. Ó, ég ekki segja það. Nei, einmitt. En já, það er mikill munur, en sem er samt svo gaman að því að þegar maður er líka í kringum svona mikið af fólki sem er í litum, þá langar mann kannski líka hans að pröfa. Já. Þannig að litar upp daginn manns líka. Það gerir það nefnilega. Þannig að, en svona kannski, hvað er svona skemmtilegast, er ekki skemmtilegast þegar þú ert að kaupin, svolítið að velja liti, velja gatni, eða veist, hvað finnst þér svona skemmtilegast við að vera að reka svona verslun? Eða serðu, þegar þú ert í bónus, serðu bara, þetta er mitt gatn, serðu það? Já. Er það ekki gaman? Jú. Og líka sko, stundum hérna á leikskólanum er þess að, þú veist, þá bara eitthvað, oh my god, þetta barn er með húi frá mér, þetta er uppskriftin mín. Er það ekki? Jú, og mér finnst það, ég er alveg bara, mér langar að grenja úr gleði, sko, þegar ég gerði sé það. Og það er bara, hérna, þetta er eitt af því sem er skemmtilegt við að reka svona batteri, að þú veist, að sjá bara, oh my god, er þetta gatt frá mér? Já, er það ekki? Og líka bara, þú veist, allt fólki sem ég hef kynnst, það eru bara, það eru fólk sem eru bara fasta gestir hjá mér, eða fasta kúnnar. Já. Þetta er bara orðið vinimanns í dag, og þetta er bara eitthvað bara, þú veist, sem maður hefur örugglega bara aldrei kynnst. Nákvæmlega. Og þetta er bara, og margir orðinir bara góðir vinimanns sem maður kynnist í gegnum prjónið. Ég hef bara aldrei trúað því. Akkurát. Að þetta væri svona aukaverkun eða auka bónus við það sem er að gera. Já, bara mjög kærar vinkonur sem ég hef kynnst í gegnum prjónið. Já, sama hér. Eitthvað sem að ég mitt vinkonur mínar, svona allavega kannski þegar ég byrjaði, þær eru aðeins farnar að fá áhuga núna nokkrar, en þá var enginn að prjóna. Já. Þannig að maður hafði svona engan til að kannski tala við eða, þú veist, því ég æsist öllu upp og ég get talað endalaust. Já. Það er svona byrjaði með hlaðvarp til að geta tala meir um þetta. Að það er bara allt öðruvísi einhvern veginn að geta svona. Akkurat, það sem að fólk skilur mann. Já. Og maður er svo ástríðufullur og getur tala alveg bara og eitthvað sem er bara tala endalaust. Á meðan eins og systir mín er oft bara, já, hörðu, ok, ég þarf að fara. Já, einmitt. Ef ég hringir. Þannig að, já, það er ómetalegt að eiga prjónavinkonur. Segðu þau. Herru, þá held ég bara að sé komin tími til að vinda okkur í temu umræðina. Já. Ertu tilbúin? Ég er tilbúin. Sko, það kom með fyrir. Já, komdu við vel fyrir. Við mér fannst ótrúlega flott að sjá að þú settir þetta inn, að því að, einmitt, eins og við fórum aðeins yfir, handúður getur verið svolítið svona eldfimur hópur. Algjörlega 100%, já. Og það fellur aldeilis ekki vel í alla, það sem fer oft þess manni finnst kannski eitthvað mjög flottur póstur, Já. En svo einmitt eins og þetta snýst bara í, og sko, mín svona, hvað maður segja, mín samantekt er kannski að flestir vilja meina að það snúist fjárhag. Já, það er svolítið. Það ekki, hver er þín svona algengasta ástæðan fyrir að fólk er ósammála því, eða finnst ekkert mál að kaupa garn af Temu? Já, og ég held að það sé bara klárlega ástæðan fyrir því af hverju fólk er að versla garn af Temu, og það er bara út af því að það er ódýrt, og það er svolítið það sem að startaði þessu og þú veist, og kveikti undir bálunni hjá mér af hverju ég bara fekk pínu nóg. Ég er búin, þú veist, það kemur alveg reglulega inn á handóða prjónara, þú veist, já, bara, þú veist, hei, hefur eitthvað prófað garnið frá Temu og hvernig er það og er það, þú veist, eitthvað og það var hana, fyrr daginn var sett inn á handóða status, bara hefur einhver reynslu af Temu garni, þú veist, eitthvað, ég man ekki einu sinni hvað hún spurði, en fyrsta kommentið var, þú veist, já, þetta er æðislegt, ég keypti 10 dokkar á 2.000 kall. Já.
og ég tók screenshot að því og setti í prjónahópi minn og var bara þú veist, mér bara svona fjallust hendur og var bara hvernig eiga íslensk fyrirtæki að vera í samkeppni við þetta. Já. Það bara, þú veist, það er ekki hægt. Nei. Og þá fekk ég bara pínu nóg og ákvað að setja þennan status inn á handóða. Já, sem var bara virkilega flott og því þetta er þörf umræða. Þetta er það. Ef við hugsum sem sagt, fyrir 10 dokkur fyrir 2000 krónur, hvernig, með allan kostnað sem þú þarft að borga, hvernig er sem sagt, framleiðsluferli hjá þeim, hvernig er starfsmannaaðstaðan, hvernig eru gæðastaðlarnir, hvað er í þessu garni? Þú getur alveg ímyndað þér, þú veist, hvað er í þessu garni ef þú ert að kaupa 10 dokkur og 2 skall. Já. Þú ert að fá er bara eitthvað rusl. Já, þú ert að fá það sem að þú ert að fá léleg gæði fyrir þetta verð. Af því að það er svo mikið inn í því sem að felur, þú veist, það er svo mikið sem felur í sér að búa til garn og þú ert ekki að fara að gera það fyrir 200 kall. Bara alls Dokkuna. Ekki. Það er ekki hægt. Nei. Þannig að þú veist, þú get, Einmitt. Og það eru ástæður fyrir því að það eru reglugerðir og það eru þessi staðlar, þessar vottanir. Já. Og það er ástæð eins og allir sem er að selja vörur innan Evrópusambandsins til dæmis þurfa að fara eftir ákveðnum reglum. Akkurat. Og það eru bara mjög strangar innan Evrópusambandsins. Af því að þetta er textíl, þetta er eitthvað sem þú ert með í höndunum. Hefur þú tekið tíman hvað þú ert lengi að prjóna eina peysu? Nei, ég hef ekki gert það. En bara sér það, ertu ekki búin að sjá hún á Knitted Note appinu, þau eru komið með, þá getur talið tíman. Og þú veist, við erum að tala að þetta tekur bara 50 klukkstundir. Já, og þá ertu með eitthvað í höndunum sem veist ekki hvað efni er í þessu. Og prjón á að vera andstæðan við fast fashion. Já. Sem að Temu og Shein og þú veist, þessar síður þetta er fast fashion. Og prjónið á að vera andstæðan við það. Já, algjörlega. Þetta er bara hæg neysla. Já. Við kaupum garn, við gefum okkur tíma og búum til eitthvað fallegt og sem við ætlum að nota í mörg ár líka. Já. Þetta var gæðavara. Akkurat. Bæði í framkvæmd og notagildi. Akkurat. Og eins og ég segi, þú ert að fara að nota þetta í mörg ár. Já. Einmitt. Það er förum fyrst yfir áðurum, förum kannski aðeins í verðumræðuna. Já. Þú nefndir, var það ekki í það sem þú sagðir í story minni mig eða var það eitthvað annars staðar, voru tekin svona handháskend sýni úr alls konar textíl og var ekki bara eitthvað 92% sem fundust ykkur eiturefni í? Jú, það var 9 af 10. Já, einmitt, 9. En mér langar samt að segja og það fyrsta sem við þurfum að vita er að Temu er markaðstorg. Já, þetta er ekki fyrirtæki eins og IKEA. Nei, akkurat. Þetta er svona eins og Amazon. Akkurat, það er fjöldi framleiðanda og seljenda sem að nota Temu sem markaðstorg og selja til neytandan. Já. Og þú veist, ég vil líka segja með innlegginu mínu inn á handóða, ég er ekki að segja að allt garn frá Temu er hættulegt eða lélegt. Það er ekki hægt að fullyrða það. Nei. En það sem ég er að segja að sem neytandi þá hef ég miklu minni upplýsingar uppruna og efnainnihald, prófanir og ábyrgð vörunar þegar ég versla inn á Temu. Og það finnst mér vera ástæða til að velja frekar framleiðanda og sölu aðila þar sem að þessar upplýsingar eru skýrar og reikjanlegar. Og þú gerir það til dæmis með því að versla innan Evrópusambandsins. Og á mér þess að árið 2024 þá kvörtuðu evrópsk neytendasamtökin sérstaklega yfir því að Temu gæfi neytendum ekki nægilegar upplýsingar hverju seljendurnir væru. Það er svo ótrúlega erfitt að reikja þetta út því að þetta er markaðstorg. Já. En þarna kemur þá til dæmis spurningin ef það er svona erfitt að vita hver er að selja vöruna og svo kemur eitthvað upp á hver ber það ábyrgðina. Já, einmitt. Og ég nefndi líka í innlegginu mínu að ESB sektaði Temu
ég var búin að færa þetta yfir ég sagði því í evrum, ég er búin að færa þetta yfir á íslensku krónu, þetta tæpir 29 miljardar sem að ESB sektaði Temu á þessu ári af því að þeir eru ekki að standa sér nægilega vel í að koma í veg fyrir að ólöglegar vörur eru seldar á síðunni. Já, en þetta bara vasapeningur fyrir þeim. Já. Þeir borga þetta bara frekar en að taka það á málunum. Og það kom fram þegar ég var að lesa mig til þetta að einmitt eins og ég segi, þú veist, þeir prófuðu vörur, þeir fundu ólögleg efni og skaðleg efni í 9 af 10 vörum. Þær voru teknar úr umferð. En svo bara, þú veist, haldið áfram með hitt. Já. Sem að bara, þetta gerir mann hræddan. En þú veist, þannig að þetta svolítið, þú veist, þegar við sem neytandi, við erum að kaupa garn frá framleiðanda sem með viðurkennda vottun, þá get ég skoðað hvað vottunin þýðir og hvaða kröfur garni hefur þurft að uppfylla. Já. En þú veist, ef við erum að kaupa garn af Temu sem stendur bara 100% ull, þá vitum við í rauninni ekkert hvað við erum að kaupa. Nei. Þetta líka Temu getur sett hvað sem á vöruna sína. Einmitt. Og þú veist, eins og ég segi, það ekki allt garn slæmt garn, en við getum ekki tekið sénsinn. Nei, einmitt, við sjáum ekki munin hvort. Já. Af því það einmitt. Og þú veist, þú ert að kaupa ákveðið traust á því sem stendur á miðanum. Já. Þú veist, þú sem neytandi, þú vilt alveg trúa því að ef það stendur 100% ull á garninu, að þetta 100% ull. Einmitt. En ef að það ekki vottanir eða ef það ekki hægt að rekja þetta, þá veist í rauninni ekkert hvað þú ert með í hendinni. Nei, nákvæmlega. Og ég kom líka inn á það í story hjá mér, inn á Vetrargat minni mig, að þú veist, húðin okkar svampur. Já. Og við drögum allt inn í okkur. Þannig að ef að við prjónum flík úr garni frá Temu sem með skaðleg efni, þá það alltaf farin í kerfið okkar. Já, það gerir það. Já, og börn eru töluvert viðkvæmari fyrir þessu heldur en við fullorðna fólkið. Þannig að það skelfilegt ef að fólk tilbúið til þess að taka þessa áhættu hvort að garnið sé skaðilegt eða ekki og gefa barnið það. Já, nákvæmlega. Mér finnst það einmitt, ég meina það hafa verið tilfelli hérlendis. Já. Það sem hefur verið keypt, spöng og það brann ennið á barninu. Akkurat. Þú veist, þetta ekki bara einhver hræðslu áróður. Alls ekki, og það var einmitt, þú veist, fólk var að kommenta þetta undir statusinn hjá mér að ég væri með hræðslu áróður og ég væri með einhverja stjórnsemi og skipa fólki fyrir og eitthvað og þú veist, það alls ekki meiningi mín. Nei. Þetta bara fólk sem meðvitað áhættuna sem þú ert að taka. Akkurat. Og mér fannst ótrúlega flott eins og þú sagðir, ef að þú ætlar að kaupa garn af Temu, prjónaði þá sjálf þig. Ekki vera að prjóna börn og ekki vera að prjóna til þess að selja það. Því núna, þetta gefur líka öðru fólki vantraust á að kaupa til dæmis handprjónar vörur á mörkuðum. Akkurat. Eða eins og ef þú ferði í nytjamarkað og það kannski ekki miði eða þú veist ekki hvaðan garnið Já. Ég myndi ekki þóra að kaupa það núna í dag. Nei, maður bara vill ekki taka sénsinn. Nei. Og þetta líka, þú veist, fólk var að koma með þetta það sem við nefndum áðan, að fólk getur kannski ekki leyft sér að eyða 20.000 í garn og velur þess vegna að fara á nytjamarkaði og þetta bara, gefur manni svo mikið vantraust af því að maður getur ekki lengur treysti hvort að garni sé bara með vottanir eða innan Evrópusambandsins eða hvort þetta sé með skaðlegum efnum í. Einmitt, nákvæmlega. Þannig að núna þess að maður getur ef það merk eða miði, getur maður tekið mynd og googlað og það það alltaf hægt að gera. En það ekki Nei, það ekki miðar á öllu. Nei. Þetta nefnilega að því að, einmitt, við vorum að ræða fyrir, að því ég meina það fullt af fólki sem að hefur bara ekkert efnað yfir að kaupa, að því eins og sem garn getur verið mjög dýrt, en það líka til ódýrari lausnir hérlendis. Heldur en Temu, já. Það bara til. Og eins og til dæmis var ekki textilbarinn? Jú, mér finnst textilbarinn vera að gera frábæra hluti og ef þið vitið ekki hvað textilbarinn þá það bara textilbarinn.is. Já. Þær sem sagt
selja gard sem að þær fá gefins til sín og þetta getur verið gard sem að situr inn í skáp hjá þér og safnar ryki, getur verið notað gard, getur verið ómerkt gard, það getur bara verið, þú veist, hvað sem þær setja í box fyrir þig og þú kaupir það. Mér finnst það frábært, þú kaupir þetta slikk. Einmitt. Ég vissi fyrst af þeim þegar komu á Garnival og mér finnst þetta bara æðislegt hvað þeir að gera. Til dæmis líka dropsgarnið. Já. Dropsgarnið mjög ódýrt en það þarf samt að standast kröfur sem ESB setur. Einmitt. Og þetta mörg fyrirtæki, íslensk fyrirtæki sem að selja dropsgarnið og þetta alltaf á afslætti. Já. Alltaf afslættur á þessu. Já, það eru alltaf afslættir. Já. Þannig að maður bara fylgjast vel með. Svo finnst mér líka oft inn á handóðum. Það mjög reglulega verið að pósta ég á fullt af þessu garni, mér vantar að losna við hver get ég fylgjast svolítið mér þar og það einmitt. Ég kom einmitt líka inn á það, þú veist, ef að þú átt ekki efni á því að fara inn í gardverslun og kaupa nýtt gard, þá geturðu oftar en ekki spurt vinkoniðinnar hvort þær eigi gard sem að safna ryki, sem að þeir sjá ekki til með að nota eða eitthvað, hvort þær vilji gefa þér eða selja þér fyrir mjög ódýrt og það eru allir prjónarar til í það. Já, þú flestir eiga, ég meina, ég á eitt gard frá 2012. Akkurat. Eitt gard, ég með 4 dokkur á því. Já. Veist? Þannig að, veit ekkert hvað ég gera við, ef ykkur vinkonum minni vantaði gard, ég myndi 100% gefinni það. Þannig að... Nákvæmlega. Þannig að, þú veist, ég myndi alltaf frekar taka þessa valkosti, frekar en að taka sjansinn á okkur ódryggarni inn á Temu. Já. Og það, já. 100%. Svo eru líka bara mörg fyrirtæki, ég hef alveg sjálf gert það, við erum bara með svona lagersölu, þar sem að bara garni fer á jafnvel 40% afslátt eða eitthvað og þú bara verður með augun opin fyrir því. Einmitt. En það eru líka alveg fyrirtæki fleiri en drops hérna á Íslandi sem selja ódýrara gard. Já, algjörlega. Og það mikið betra að, og eins og þú sagðir, þetta áhugamál og eins og til dæmis fyrir mig, þá gard bara óbúslega, handavinna, óbúslega mikilvæg fyrir mína andlega heilsu. Akkurat. Þannig að, og ég hef alveg, þegar ég var á endurhæfingarlífeyri, þá átti ég alveg erfitt með að skrapa saman alltaf fyrir gardni. Já. En þú veist, þannig ég skil alveg fólk sem í erfiðum aðstæðum þegar að upplifa að þau þurfi kannski að prjóna til þess að ná aðeins að bara, ég þarf bara að, þetta bara róa taugakerfið mitt. Já. Og bara stundum gefur mér orku til að halda áfram eftir erfiðan dag. Þannig að ég skil það ótrúlega vel. En á sama tíma ég ekki tilbúin til að taka áhættu með heilsuna mína. Einmitt, já. Eitthvað svona. Já. Og þú veist, ég hef mikla samkennd með því og þú veist, og einmitt eins og ég segir bara þetta hefur stytt manni tíman, þetta lyfti manni upp og svona. Já. En vill maður þá ekki líka að þú veist, þá lyfti manni frekar upp heldur en að draga mann niður vegna þess að þetta ekki svolítið að draga mann niður ef skal kynna maður sé að prjóna úr skaðlegum efnum. Nákvæmlega. Ég meina það getur bara kostaði miklu meira heldur en gard. Miklu meira. Já, og ekki bara í peningum heldur heilsu. Akkurat. Og tíma. Akkurat. Og bara sársauka, sko. En ég vil samt líka nefna, ég ekki að fara að taka henni einna lífi, ef að þið viljið kaupa garn á Temu. Bara, þetta þá bara séns sem að þið takið og það bara, þið verður þá bara eiga það við ykkur og það bara þannig. Já. En eins og þú komst inn á áðan, prjóniði þá eingöngu á ykkur. Já. Ef ykkur líkar ekki við garnið þá á það frekar heima í ruslinu heldur en á netjamörkuðum. Já, algjörlega. Ég alveg sammála því. Og þetta smá leiðilegt að því það eru skiptaskoðanir. Sumum kannski alveg sama, sumir vilja ekki trúa að það sé, vilja meina að það sé hræðsláður, áróður. Að þá svolítið leiðilegt, ef það verið að selja afurðir úr svona garni á mörkuðum sem hefur áhrif á þá sem eru búin að kaupa sér garn með vottunum og sem í lagi, að það hafi áhrif á að fólk kannski treyst ekki lengur að kaupa handunar vörur. Sem bara sorglegt. Já, en það ekkert allir sem kunna prjóna og þeir eru að fara á þessa markaði til þess að kaupa jafnvel heimferðasett eða vettlinga eða húur eða eitthvað og núna
ég hef gert það þannig þegar ég hef prjónað og gefið í gjafir að þá hef ég set alltaf þú veist, hvað uppskriftin heitir, hvað stærð þetta og hvað gatn þetta Þannig ég vil hvetja fólk til þess að gera það. Þannig að þú veist, svo að mömmu hjartað í manni róist líka. Ég láta fylgja með miðan. Já. Einn miða af einni dokku. Akkurat, annarkvort það eða bara, þú veist, skrifa, þú getur jafnvel bara klift út miðan á dokkunni og þú veist, skrifa aftan á og krækta í prjónaflíkina. Já. Og þú veist, þetta á og jafnvel ef þú ert að selja á mörkuðum, að gera það líka. Já. Af því að núna þetta orðið svo, þú veist, maður bara farin að hætta að treysta. Bara, ertu að ljúga mér? Já. Ertu að prjóna úr garni frá Temu eða ekki? Já, það náttúrulega mjög leiðilegt að það hafi áhrif af því að, þetta eru skipta skoðanum, maður sér það mjög vel á handóðum. Já, og þú veist, þetta líka, fólk hefur sagt um mig, já, ég hef alveg verið í flíkum frá Temu og það ekkert komið fyrir mig. Já, en þetta gerist ekki bara á einu kvöldi. Nei. Og líka, ég sagði það að ég man ekki hvort ég hef sagt það í story eða þú veist, ég var að tala við Önnu Siggu og prjónahópið minn og eitthvað, ég ætla ekki að setja mig á háan hest, ég hef alveg verslað af Temu. En ég dreg línuna við garn og það bara ekki séns, þú fær mig aldrei til þess að gera og þetta gerist ekki bara á einni nóttu, þú ferð ekki bara þú ferð ekki í ykkur flík sem hún kaupar að Temu og bara búm, þú ert komið krabbamein, þetta bara það gerist ekki. Nei, þetta gerist með tímanum. En það eins og stelpan með spöngina. Akkurat. Það gerist mjög hratt. Já, það gerist mjög hratt. Já. En annað getur verið svona, ég meina bara eins og þegar fólk byrja að reykja fyrst. Nákvæmlega. Þetta gerist á tugum ára. Nákvæmlega. Að það sé að gera eitthvað innra með okkur og enginn vissi það fyrir mörgum árum setna. Akkurat. Þannig að þetta er örugglega eitthvað sem getur komið í ljós eftir mörg ár. Já, þetta er bara, þú veist, það bara skrifa í stein og við erum með staðrendunar fyrir framan okkur að 9 af 10 textílvörum sem að voru prófaðar innihéldu skaðleg efni. Já. Nákvæmlega. Þetta er ekkert grín, sko. En einmitt, aftur, sama hér, ég dæmi engan fyrir að kaupa sér ódýrt garn af því ég skil það ótrúlega vel að þurfa að prjóna og vilja gera þetta fyrir sjálfum sig en vonandi gerir fólk að þá einmitt bara fyrir sjálfum sig og ef það er tilbúið að taka á þetta. Og jafnvel áður en það verslar sér garn af Temu að vera búin að skoða hinavalmöguleikana. Já. Get ég keypt dropsgarn frekar? Já. Er það jafnvel ódýrara? Vegna þess að þú þarft alltaf að borga sendingakostnaði frá Temu. Get ég farið í corner store hérna og keypt dropsgarn á 30% afslætti, er það ódýrara fyrir mig? Get ég farið í textilbarinn og keypt garn þar á vinkonu mín garn? Er einhver lagerútsala hjá okkur fyrirtæki garn á 40% afslætti? Bara skoða þetta. Nákvæmlega. Áður nú ferð þangað. Og það er líka mjög mikilvægt. Eitt af því sem ég bara svona tiltölulega nýlega búin að fatta að eins og til dæmis þessar handleituðu dokkur, þær eru oft bara 300 metrar. Á meðan þú ert að kaupa ykkur á ódýra dokku sem er kannski bara 50 metrar. Akkurat. Maður þarf svolítið að bera þetta saman. Já. Líka. Og horfir ég mitt oft á verðið og ég var alveg tekið eftir 4 skall fyrir eina dokku. Já. Þetta eru kannski 5 eða 6 litlar 50. Dokkur inn í þessari einu hespu. Já. Þetta er svo, en fólk einbyttir sig bara á verðinu. Já. Og ég var alveg tekið eftir því ég ræddi við mömmu það eftir að ég mitt byrjaði að selja handlitagarn að fólki blöskrar svo verðið. Já. Og jafnvel þó maður reynir að útskýra fyrir þeim bara, þú veist, já, það eru 400 metrar á þessari hespu og það er alveg eins og 4 dokkur sem þú kaupir út í búð á 1200 kall stykkið. Nákvæmlega. Og það var svona, en það er svo blind, það sér bara verðið. Og líka handlitagarn er svolítið luxusvara. Oh my god, vinnan sem fer í þetta. Og það er bara svolítið eins og, hvernig maður segja, þú veist, handgert súkkulaði. Algjörlega. Frá hvað heitir hann? Hafliði Ragnar? Nei, já, hvað heitir hann? Hafliði. Hann er hann í Suðurveri, eða ekki? Þú veist, mólarnir hans eru miklu dýrari heldur en mólarnir í Nóa Sirius og kaupir Bónus. Akkurat. Þú átti ekki að vera að bera þetta saman. Nákvæmlega. Þetta er, þú veist, en fólk einhvern veginn spáir kannski ekki til því. Nei. Og ég man þegar ég var yngri og maður fekk sér kannski, þú veist, stóran bráðaref einu sinni í viku.
maður hugsaði sig ekki tvisa sinnum að borga, þú veist, á þeim tíma 1000 kall fyrir hann, en 1000 kall fyrir vimber, glemdu því. Akkurat. Þetta er svolítið svona Ég fá miklu meira. Já. Við erum bræðrefin. Hugsa maður. Og þú veist, ég meina, vimberinn eru hollari, skilur. Já, þeir eru miklu betri fyrir mann. Og hitti meira svona, bara svona, þú veist, ég er að gera ógeðslega vel við mig. Já. En, þú veist, þetta er bara svolítið svona að maður þarf að setja vöruna í þann flokk sem hún á heimi í. Akkurat. Þú getur ekki borið saman einmitt epli-appelsínur. Algjörlega. Þannig að maður verður líka að passa það. Og einmitt, þegar maður á kannski lítinn pening, ég man til dæmis þegar ég var á endurhæfingarlífeyri og ég var að byrja á Instagram. Já. Og mér langaði svo ótrúlega mikið að pröfa, að því mér langaði svo styðja við íslenskar garnverslanir, mér langaði svo styðja við íslenska handlitara, en ég bara átti ekkert efni á því. Nei. Þannig ég gat ekki tekið þátt í því. Þannig að þá var ég bara að reyna að finna mér ódýrari leiðir og það er alveg hægt að kaupa ódýrara garn á Íslandi. Alveg, já, 100%. Þannig að maður verður bara svolítið og svo líka alltaf læga, þú veist, ég til dæmis laði bara til hliðar og sparaði. Og Já, það var einn sem að kom með þann punkt, að bara safnaði þér, það bara fyrir, legði þér fyrir og safnaði í flíkina sem þú vilt kaupa þér og kauftu gott garn í hana. Einmitt. Því hún endist þá líka frekar. Nákvæmlega. Það er nefnilega eitthvað sem maður þarf líka að hugsa út í. Og vilt ekki að flíkin endist kannski bara 1 sumar. Nákvæmlega. Og líka verið í ykkur sem að, eða sérst, óvissan bara. Já, óvissan. Og líka, já, þetta er eitthvað sem þú ert í, einmitt, húðin tekur allt. Já. Eða, veist, þetta er, einmitt, aftur, það verður hver og einn að taka sína ákvörðun og við erum ekki hér til að dæma, ég er heldur ekki okkur hámhæst, ég hef alveg líka keypt af Tímú, en sko, eftir ég sá samt, ég hef ekki keypt á síðan ég sá að þeir voru að stela einmitt, hvað heitir hún, Helena Mú, sem gerði þarna ógeðslega flottu, heitir hún ekki Esther-peysan? Lópapeysumunnstrunum og það, eða? Já, hún gerði hérna stjörnuna þarna. Já. Í svona bleik og fjólblá. Já. Og þeir tóku bara, þú veist, myndirnar hennar. Já. Og eru bara að selja það. Já. Þá svona, þú veist, ég hef ekki keypt neitt af þessum síðan ég sá það. Af því ég var náttúrulega ekki, gerði mér eitthvað, af því þetta var bara svolítið eins og Amazon. Akkurat. En þarna svolítið opnaðist bara, heyrði, já, ég geti lent í þessu. Akkurat, og það er líka ekkert langt síðan að Temu og sína þetta kom til manns, eða þú veist, maður vissi af þessu og þá hélt maður bara eitthvað svona hei já, þú veist, ég er að versla föt af ASOS, akkur geti ég ekki bara að versla af Shein, þú veist, en þá vissi maður ekki. Nei, þá vissi maður ekki. Þannig að, en ég líka fyrsta skipti keypti ég fullt af ykkur drasli af Temu og þegar þetta kom, þetta var svo sannarlega eitthvað bara algjört drasl. Já, það var bara lyktin. Já, bara lyktin, áferðin, ég hendi þessu öllu. Já. Þannig að, já, ég kýs að versla ekki af þessari síðu, en ég meina, ég hef alveg eins og í vinnunni, þú veist, þegar fólk að kaupa eitthvað, ég meina því að vantar eitthvað festingu, eitthvað myndavél eða eitthvað. Akkurat, veist, já. Allt í lagi. Já. En það er líka ekki eitthvað sem þú ert að fara að vera í. Já. En þetta er eitthvað einmitt sem þú ert að fara að möndla í höndunum í marga tíma og svo er eitthvað kannski að fara að vera í þessu. Mér finnst bara textíl vera bara, þú veist, þetta er bara algjörlega sérflokkur og þetta er sérflokkur, textílvara og svo, þú veist, einhver einmitt bara svona, mér vantar eina skrúu, eitt tæki eitthvað fyrir þetta hérna. Já. Það er ekki hægt að setja þetta í sama flokk. Af því með textilinn þá ertu að fara að setja þetta upp í húðina þína, þú ert að fara að vera í þessu á meðan kannski þessi eina skrúa er að fara að setja, þú veist, vera upp á hillu eða eitthvað. Einmitt, það er ekki sambarlegt. Nei. Og líka, sko, nú er ég kannski að fara að segja eitthvað sem er kannski ekki alveg 100% rétt, en ég þekki stelpu sem fór í fatahönnun. Hún var alltaf bara henni leið illa, þú veist, hún var í áfalli yfir hvað þetta er mengandi iðnaður. Ég held að þetta sé númer 2 í mest mengasti iðnaðurinn. Okay. Það fyrir svo rosalega mikið vatn. Já, einmitt. Og það eru rosalega mikið af svona eiturefnum. Ég man ekki, ég sá líka eitthvað myndband yfir, þú veist, hvað fyrir mikið lítrum í vatni að gera einar gallabuxur. Akkurat. Það er rosalegt. Já. Og þegar þú ert að kaupa mitt bara eitthvað svona drasl. Já, bara þetta er svo mikið fast fashion. Já, og það er einmitt eins og sagðir, andstæðan við handavinnuna. Þannig að maður verður svona svolítið... Handavinnan er bara hæg neysla. Já. Svo svona kannski fólk eins og ég sem er mjög afkasta mikil
ég prjóna rosalega hratt, þannig ég fyrir mjög hratt í gegnum garn. Sko, by the way, þið sem að hlusta þið ætti að sjá hérna það sem fyrir aftan mig þegar ég labbaði hérna inn og bara, wow, bara þetta listaverk, hún með sko, þú veist svona 80 peysur hérna, eða eitthvað. Já, ég með 70 okkar peysur. Akkurat. Já, ég gæti bara næstu að fara að opna verslun. Nei, já, þetta mitt. Þannig að ég skil rosalega vel að það gæti verið freistandi. Já. En maður verður alltaf að meta, er þetta áhættunar virði? Og þú veist, þeim hún nota líka bara rosa söluvænar myndir og þeir eru líka með svona, þú veist, bara útsala, þú veist, svona clickbait, þeir eru bara, þú veist, hei, þú fær gjöf, bara köpti þetta, þú veist, útsalan rennur út eftir 3 mínútur, bara kom til mín, þú veist, þetta allt rosa söluvænt hjá þeim, þeir eru að gera allt rétt, svona er fólk að kaupa þetta. En þetta snýst alltaf bara um að selja. Já. En eins og við sjáum á handum þá er þetta frekar svona neikvæðar undirtektir, en ertu ekki líka búin að fá jákvæðar undirtektir? Alveg gríðarlega mikið af jákvæðum undirtektum og fólk bara líka vill bæta við það sem ég var að nefna og búin að eiga, þú veist, mjög langa samræður við mikið af fólki og bara, þú veist, sem að fer í þetta og margir eða nokkrir hafa nefnt að þeir hafi prófað að kaupa garn af Temu og þeim fannst þetta bara ógeðslegt og bara gera þetta aldrei aftur og ein til dæmis sem að nefndi að ef þú versla garn af Temu og prjónar úr því og setur það sér í þvottavélina þá þetta strax komið í vatnið okkar og þú veist, þetta að fara bara að sörga náttúrun okkar að því við erum að þvo upp úr þessum eiturefnum og þú veist, þetta bara komið í umhverfið okkar þá. Já. Og mér fannst bara mjög margir verið með ótrúlega góða punkta og ég bara man á alla vegna þess að, þú veist, ég fekk gríðarlega miklar undirtektir og ég var ótrúlega ánægð að sjá hversu margir tóku vel í þetta. Já. Og að því að, þú veist, eins og við nefndum hérna áður en að við byrjum að taka upp á, þú veist, oft getur maður verið tekin að lífi þegar maður postar inn á handóðaprjónara, eitthvað svona efni sem ekki að posta bara mynda af eitthvað prjónaflík og þú veist, heitur umræði. Já. Ég sá þetta að fólk tók undir og sagði ákvárt hugrökk, ég hefði ekki þorað að posta þessu. Akkurat. Og ég alveg sammála af því að ég mjög hrædd við að taka svona eldfimar umræður og taka þátt í þeim, en dómstóll götunar inn á handóðaprjónurum þeir eru mjög aktífir þar. Já, en mér fannst þetta bara vera rosalega þörf umræða. Já. Það var bara þarna, ég fekk bara svolítið nóg, ég verð seint þekkt fyrir það að setja á mér, á mínum skoðunum. Ég tala margir það, hafa alltaf talað það, hvað ég segi mínar skoðanir. Já. Og hvað liggur mér á hjarta, þannig að það þarf ykkur að taka skrefið og tala þetta því að það alveg margir sem kjósa að trúa þessu ekki og bara trúa því að þetta sé bara hræðslu áróður en svo líka mjög margir sem bara spurðist fyrir og að fá svörin bara þetta frábært garn, þá kannski heyrðu, ok, nice. Og jafnvel bara þeir sem eru að prófa að prjóna í fyrsta skipti eru bara að æfa sig og þeir eitthvað svona að hugsa bara, ég kaupi bara garn af Temu af því ég er að æfa mig, af því það er ódýrt en ég hugsaði líka, þú veist og talaði líka það við vinkonum mínar, ég veit að ég ekkert að fara að láta ykkur að konur skipta skoðun. Þeir sem að versla garn af Temu þeir ekkert að fara að hætta því. En kannski verður þetta til þess að einhverju hugsast til tvisvarsinnum og ákveða að gera þetta ekki. Eða þeir sem að eru að byrja að læra prjóna og ætluðu að fara að kaupa garn þarna. Og þetta fær þá til þess að gera það ekki. Já. Þá verður ég bara rosalega ánægð að fá ykkur til þess að bara skipta skoðun. Bara, nei, ég ætla frekar að versla ódýrara garn hérna á Íslandi. Já. Heldur en ódýrt garn á Temu og taka sína sinn. Algjörlega. Já, það er nefnilega og það er alveg ódýrir möguleikar hérna. Já. Það er alveg, ég meina það er kannski ekki alveg 2000 krónur fyrir 10 dokkur. Nei.
En sko, mér langaði líka að nefna svona, mér langaði að koma framfæri að styðja við íslensk fyrirtæki. Já. Af því að oftar en ekki þá erum við að berjast í bökkum. Já. Og álagningin eins og við komum hérna á áðan hún er grátleg. Já. Við erum í alvörunni að berjast fyrir 100 köllum. Já. Og þú veist eins og ég segi, þú veist, ég hef ekki borgað mér laun. Vonandi ger ég það einn daginn. Bara, þú veist, það væri æðislegt, vonandi. Og ég sé það alveg fyrir mér gerast. En þú veist, eins og staðan er núna og þeir sem eru kannski að greiða sér laun í þessum geira, ég geti lofað ykkur, þetta er ekki milljónamæringar. En þú veist, og þó svo að þú sparið þér 1000 krónur við að versla garn að utan og fá það sentiðin að utan, en þá er það svo ótrúlega mikils metis að þú styður okkur hérna á Íslandi og þú fær garni jafnvel bara 2 dögum seinna. Já, nákvæmlega. Þú er bara að styðja íslensku fyrirtækin. Það er rosalega mikilvægt af því að þetta er rosalegt hark. Já. Og það er einmitt ekki sjálf gefið fyrir þá sem hafa tök á að borga örlítið meira af því að, og einmitt eins og við tölum áðan, þú þarft það bara svolítið að velja þér hvað þú hefur efni á að kaupa dýrt garn af því að það er alveg til fínt ódýrara garn en það er líka til milli hvað maður segja, þetta er svona, þú getur flokka garn í alls konar flokka. Algjörlega. Þú þarft ekki að kaupa þér peysu fyrir 30.000 krónur. Nei. Þú getur alveg komist hjá því að kaupa fyrir 10.000 krónur. Algjörlega. Og jafnvel ódýrara. Já. Það er alveg, og bara fylgjast með og líka, sko, eitt sem ég samt sá núna í fyrra á Black Friday og svona, mér fannst það mjög leiðileg umræða að ætlast til að íslenskir seljendur taki þátt í Black Friday. Af því eins og þú segir, nú hefur þú ekki borgað laun, þú ert kannski ekki í stöðu til að vera að bjóða 40% afslátt á okkur garni. Bara engan veginn. Og þú ert í sumum tilfellum að borga með garninu. Já. Þannig að það eins og ég man nú ekki hver það var og ég ætla ekki að nafngreina rangan aðala, en ég man að hafa séð eina sem er handlita sem tók svolítið þess umræði, bara ég tek ekki þátt í Singles Day eða Black Friday eða Cyber Monday vegna þess að ég er að selja vöruna mína bara í rauninni á kostnaðarverði. Akkurat. Þannig að hún er alveg að selja handlita garn sem kostar bara meira en það er líka gæða vara. Þannig að maður verður líka svolítið að passa sig á þessu, en það eru samt í einhverjum tilfellum eru kannski svo að maður heldur kannski ekki bera saman kannski garnverslun við einhvern einn handleitara, af því garnverslunin hún á kannski einhvern lagar sem hún vill losa sig við á Black Friday. Já, alveg, og ég hef alveg verið þar. Já, þá er þetta að fylgja svolítið með því og fá bara mjög góða díla. Já. Þannig að reyna svolítið að bara hafa augun opin ef maður er að lenda í einhverjum vandræðum, og aftur, það getur verið mjög erfitt að biðja um hjálp og biðja um eitthvað frítt. Já. En hafa þá líka samband við það eru, sko, nú er ég að viðurkenna, ég þekki ekki alveg nóg vel, en það eru alls konar hjálparstarf kirkjunar, það er hægt að fá frítt garn, og eins og maður sér oft á handóðum, þá er fólk að benda, bara þú leitar í search, hvar geti gefið frítt garn. Akkurat. Fullt af konum sem eru að benda á alls konar samtök og margir sem að gefa garnin sig til dæmis í hjálparstarf kirkjunar. Já. Og þeir gefa það svo áfram. Nákvæmlega. Þannig að það eru margar betri leiðir heldur en að taka þennan séns. Algjörlega. Og sérstaklega ef við erum að prjóna fyrir aðra. Já. En þú veist, líka svo að ég komið því frá mér að ég er ekki að mála Temu sem skrýmsli. Nei, Veist, þetta er bara, viljum við sem neytendur velja vörur þar sem við getum sannreynt uppruna, gæði, öryggi líka. Einmitt. Og þú gerir það til dæmis hjá þessum íslensku fyrirtækjum þar sem þú getur farið í verslunina og hver einasti sölu aðili á að geta sagt þér til uppruna garnsins sem að það er að flytja inn. Einmitt. Þannig. Já,
það er einmitt svo, já, það er bara eins og með allt í lífinu, þá skiptir mismundi hluti, mismundi fólk bara svo, Já, og við erum öll ólík. já, sumum er bara alveg sama þetta. Já. Sem að en þetta er bara þessar kannanir sem varst að tala um, þess 9 af hverjum 10 voru með skaðlegum efnum. Og þess vegna, ég veit, ef að þú, eins og höfum nefnt hérna áður, en kannski líka bara impra á það. Ef þú ætlar að kaupa garn af Temu, gerðu það þá bara að prjóna á sjálfa þig. Já, einmitt. Við hvetjum alla sem ætla að taka sensinn á að gera það bara fyrir sjálfan sig. Og aftur, einmitt, við erum ekki hér til að dæma neitt og ég vona að þessi umræða kom ekki þannig fram, af því það er ekki, þú veist, aftur, ég skil ofboðslega vel fólk sem er í erfiðri fjárhagslegri stöðu. Já. Og þetta getur verið svo rosalega, hjálpa mann svo mikið að prjóna. Já. En þá er kannski hægt að finna bara rétt að meðan hvort það sé eitthvað annað sem maður getur gert. Já. Þetta kostar bara mjög stutta rannsóknarvinnu að athuga hvort það sé ekki bara ódýrara að kaupa garni hérna heima á einhverjum afslætti, einhvers staðar. Já, einmitt. Eða kannski ná að sleppa því að kaupa garn og safna sér aðeins upp í. Já. Þannig eða fá það í gegnum hjálparæðisherinn eða Rauðakrossin eða vinkonun sína eða álíka. Þú veist að því það eru garnverslanir sem bjóða upp ódýrara garn og til dæmis æsvergarn. Það er alveg skipta skoðunar af því, en mér finnst óbúslega mikilvægt að það sé garn í boði fyrir alla. Að fólk viti hvað er í boði, bara, já. Hvaða ódýru kostir er í boði. Já, og það sé garn fyrir alla. Algjörlega, garn á að vera fyrir alla. Já, þannig að það er allan daginn betra heldur en að versla af Temu. 100%. Góð lokaorð. Já, ég held að, við erum ekki búin að fara yfir svona helstu punktana. Ég held að. Mér langar samt að spyrja þig, hvaða vottanir er gott að hafa í huga og leitast eftir? Ert þú með, að því ég sá þú settir í story núna. Já. Ertu kannski með? Besta vottunin sem er þarna úti fyrir garn í dag er OEGO-TEX Standard 100. Ef að þú sérð það merki á meðanum eða dokkunni, ef að sölu aðilinn getur sagt þér að þetta garn sé með þessa vottun, þá ert þú golden. Þetta OEGO-TEX Standard 100 þarf að fylgja ströngustu kröfum sem þegar kemur að textil og garni. 113. Nei, OEGO-TEX Standard 100. Já, ég er að googla þetta. Hvort þetta sé svona, er þetta logo eða er þetta bara texti? Þetta er logo. Já, þetta er grænt. Já. Ok. Ef þú sér þetta á meðanum, til dæmis garni sem ég er með frá Gabó Wool, nánast allt garni frá þeim er með þessari vottun. Já. En þeir setja það samt ekki á meðan. Ég gagnrýni framleiðandan minn fyrir það. Já. og sendanum með mitt skilaboð, bara ég held að hafi verið fyrra dag eitthvað, en þess að ég veit að þeir leggja mikið upp úr því að allt garni frá þeim er múlesingfrýtt, allt garni frá þeim er fair trade til dæmis líka og allt nema 2 görn er með OEGO-TEX Standard 100. Okay. Og þegar þú sér þetta er gullmiði fyrir þér. Bara ef þú sér þetta þá veistu að þú ert með gull í höndunum. Og inn í þessu, er það þá svona cruelty free? Já, þetta er bara, þetta er stimpill sem að segja þér bara að velferð dýra er í fyrirrúmi. Beitiland, bændur, hugsa vel um þetta allt og framleiðslan á garninu er allt eftir ströngustu kröfum. Þannig að eins og ég segi, þetta er gullnáma, þetta merki. Ok, að því einmitt, þetta er eitthvað sem ég hef spáð mikið í. Ég hef verið svona smá smeyk við að kaupa mér, ég er bara búin að vera að prjóna úr lopanum. Ég hef verið smá smeyk við að prjóna úr ull frá öðrum löndum af því að og bara ég viðkynni það, ég hef ekki nennt að kynna mér
þessar vottanir. Og íslenska ullin líka bara, hún yndisleg, hún gæði, þetta bara hún frábær. Ég ólst upp í sveit, ég veit hvernig hún framleidd. Já. Þannig að ég get 100% verið viss og keypt hana með góður samvisku. Já. En það fannst mér einmitt svo áhugavert að fá þig hérna í viðtal og fara yfir þessi atriða því að þetta alveg mikilvægt. Já, maðurinn minn bóndi og við byggum saman á Bóndabæ, hann kúabóndi. Við fluttum upp á Skaga fyrir 2 árum áður og dóttir okkar fæddist. En annars hann búfræðingur og okkur langar að fara upp í sveit aftur, en kannski landbúnaðar fólkið, hinir bændurnir sem að hlusta, þeir kannski geta skilið þetta, fjárhagurinn bara leyfir okkur það ekki. Bændur náttúrulega með skít á priki, laun, fá ekki nein laun en já, það er önnur umræða út af fyrir sig. Já. En þetta til dæmis eitthvað sem að ég kynntist í gegnum það að búa í sveit, að bændur til dæmis ekki búin að fá greitt fyrir ullina sína í 2 ár. Sko, þetta umræða sem að ég þekki bara ekki nú vel til, en mér langar að skilja betur af hverju. Ístex tekur ullina sem greiðslu fyrir að taka lömbin og sauðféð í slátur. Já. Þannig að þeir keyra sauðfénu í sláturhúsin og taka ullina sem greiðslu fyrir það. Bændur geta fengið borgað fyrir ullina í vörum. Já. Þannig að þeir meiga og þarna kemur til dæmis ullarsængin sterk inn. Ullarsængin það notið versta svona blönduð ull mórauðar kindur og svona í hana, þetta góð ull, það ekkert að þessari ull, þetta bara af því að hún ekki sölu hæf. Geta litana. Já, en það notað í ullarsængunar og bændur mega taka til dæmis ullarsængina upp í greiðslu fyrir þetta. Þetta sorglegt, þetta hræðilegt og öll vinnan sem fer í þetta, þú þarft líka til dæmis að borga rúningsmanni fyrir að ríja kindina þína. Já. En þú þarft að ríja hana. Já, það þarf að gera það bara, annars mast bankar bara upp að hjá þér. En það þá bara að koma úr þínum eigin vasa sem bóndi. Já, ég næ ekki alveg að skilja, hvernig þetta svona. Og mér finnst það svolítið, mér svona já, eina prjónavinkonu sem talar mikið þetta og mikið að spá í þessu og ég svona, eftir að hún fór mikið að spá í þessu, þá ég pínu orðin svona En ekki hætta samt að prjóna úr íslensku lopa, við eigum að prjóna úr íslensku lopa. Já, þetta frábært. En það setur samt smá svona gráan blett yfir ánægjuna sem fættur þessu. Já, en þú veist, þarna eigum við bara að fara í einhverja herferð á móti Ístex, vegna þess að þetta bara, þetta fyrirtæki bara, þú veist, þeir setja þetta eru reglur frá þeim sem þeir setja. Þetta ekki reglur frá alþingi eða þú veist, eitthvað frá öðrum eða sem bændur setja eða eitthvað, þetta bara Ístex, af því að Ístex segir þetta. Já. Við viljum ekki borga ykkur fyrir ullina af því að við þurfum að sækja kindina. En sko, það kom alltaf bara slátubíllinn, þú veist, það Ístex? Nei, það SS. Þess vegna skil ég ekki. Þetta samt, sko, þú veist, ég ekki með þetta 100%. Maðurinn minn, hann veit þetta miklu betur en ég. Hann búin að, þú veist, hann hefur sagt mér þetta og þú veist, afsakið mig ef ég að fara með rantmál. Sko, þá bara kenniði manninu mínum Þú veist, að því ég man þegar mamma og pabbi, þú veist, við vorum bara með 15 hobbykindur, sko. Já. Og þær voru alltaf náttúrulega rúnar þegar þau komið inn. Já. Eða ég man ekki hvort það var það var örugglega í september. Já, þetta gert 2 ári. Já, 2 ári. Að þá voru náttúrulega, það var ekki þegar voru að fara í slátur, heldur var það, þú veist, þannig að þá var fullt af ull sem var sett í eitthvað póka. Já, og þú þarft að merka þér. Já, og svo ull var tekin af Ístex þá. Já. Ég verið svona stressu að taka þessu umræðu, af því að
ég þekki ekki nóg vel til. En ég hef búin að heyra að bændur hafa ekki fengið greitt og taka þetta upp í vörum. Ég er svona, ég veit það ekki, mér finnst þetta, kannski er ég bara að reyna að spá ekki ómikið í þessu, því mér finnst þetta erfið umræða. Það er svona líka, tengi ég við þá sem að finnst temu umræðan erfið og þá er svo oft bara auðvelt að líta til hliðar. Maður vill ekki spá í því. Akkurat. En þetta, já, er alveg eitthvað svona sem að, en á sama tíma, maður vill kaupa íslensku ullina, hún er frábær. Já. Og mér finnst, ég er líka bara svo stolt af því að vera bæta í flóruna á bara þessum menningararfi sem við eigum. Já. En það er líka bara mikið af öðrum, eða kannski ekki mikið, en eins og urðurull. Já. Og svo er, hvað heita það á hellu? Uppspunni. Já, og lampægi. Já. Það er alveg fleiri, sko, sem ég á einmitt eftir að pröfa. Já. Algjörlega. Og þú veist, eins og við komum á þann að styðja íslensku fyrirtækin, þannig eru þau að gera þetta sjálf sem er frábært, það er æðislegt og nota kindurnar sínar og geta jafnvel sagt bara já, þetta er hún hérna, gjóla mín, þetta er ullin hennar bara. Já. Ég fór á eitthvað safn sem heitir held ég Sauðfjársetur á Ströndum á Hólmavík. Okay. Og þau eru að selja gatt sem þau framleiða sjálf. Og þar voru myndir og nöfn af kindunum sem ullin var af. Yndislegt. Oh my god, hvað sann, ég fekk bara gæsa því ég sá þetta. Er hægt að versla á netinu hjá þeim? Sjá, ég held, þau eru allavega með hérna heimasíðum. Ég ætla að sjá hvort Hvað heitir heimasíðan þeirra? Sauðfjársetur.is. Maður sjá hvort það sé, í fljótu bragði sé ég ekki, byrju handverks og minjagripa búð. Nei, það er bara verið að segja að það er búð á staðnum. Okay. Þannig ég sé ekki að setja verslut á netinu. En það er það er tölvupústur og að senda þeim, þau voru alltaf bara með ekki lita, þetta er bara söðulitirnir. Já. Og ég tók eitt vídeo, ég kannski deilið þeim í story þegar ég sett þáttinn í loftið. Ótrúlega sætt. Það var bara eitthvað Stella, þú veist, svo bara mynd af henni. Jesus, oh my god. Og dokkurnar. Þetta er æði. Í staðinn fyrir svona litanúmer. Já. Og þetta er Stella mín. Þetta var hrikalega sætt, sko. Þannig að þetta er svona persónulegt. Já. Svona touch hjá minni byrgjum. Og veistu, þetta gerir líka það að prjóna miklu skemmtilega. Það er æðislegt að prjóna, það er gaman að prjóna. En svo bara eitthvað svona, heyrðu hér, ég er að prjóna hún í Stellu. Nákvæmlega. Það er einhvern veginn, já, meira svona persónulegt sem að gerir svona handavinnuna einhvern veginn meiri ánægilegri. Já. Og svona, já, gefur þessu auka karakter. Já, af því að þetta á að vera gaman. Já. Þetta á að veita okkur hamingju og gleði og Nákvæmlega. Þannig að, en sko, eru ykkur fleiri vottanir sem að þessi gullmiði? Já. Hvað er svona? Sko, ég myndi með líka lítast eftir GOTS, GOTS. Það segir manni hvort að textillin sé lífrænn eða ekki. Þetta er til dæmis rosalega gott þegar kemur að barnaflíkum, þið hafa örugglega séð þetta ofta barnaflíkum. Og svo R2FS, Responsible Wool Standard. Þetta er, mér finnst svolítið sko Oekotex og R2FS, mér finnst þetta að vera svolítið í sama flokki, bara þú veist, ef þessi tvö merki eru á dokkunni, þá veistu bara að þú veist að þú færð ekki betra en þetta. Svo líka finnst mér skipta máli hvort að ef þú ert að kaupa merino ull, hvort að hún sé múlesing frí eða ekki. Já. Þannig múlesing er aðferð sem er notað á merino kindina sem er mjög ómannúðleg og mér finnst skipta máli hvort að það sé ekki eða já. Já, þú varst að lýsa þetta áðan sem að mér fekk bara eiginlega fæði martraðir yfir þessu í nótt. Þannig að allt svona einmitt cruelty free, þetta allavega þetta er mjög mikilvægt og þess vegna hef ég líka bara svolítið haldið mig við lopan af því ég veit að það er ekki. Akkurat. Svo veit maður líka sko að þú sért suma dokkur eru með fair trade, það kemur svo sem kannski garninu ekki við, en þá veistu að
framleiðslan fylgir ströngustu kröfum og líka það er verið að gera vel við bændur og þú veist, þarna kemur náttúrulega ullin og þú veist, allt þetta hvort sem að sé albakka Merino eða þú veist, já, önnur ull ef það er fair trade á meðanum að þá veistu að það er verið að gera vel við bændur þarna. Já, það er mitt. Ég meina öðruvísi fáum við ekki vöruna. Akkurat. Nei, en svo er mitt annað sem að ég veit til dæmis að svona vottanir geta verið ofboðslega dýrar. Já. Þannig að það er alveg til garnat úti sem er ekki vottað en er samt mannúðlegt. Já, og þarf að fylgja reglum ESB. Já, nákvæmlega. Já. Og þannig getur þú tryggt þig með því að versla vörur. Algjörlega. Á Íslandi eða í Evrópusambandinu. Akkurat. Ef ég má nefna dæmi, þarna kemur til dæmis droppskarni inn. Já. Þeir eru ekki með vottanir en þeir þurfa samt að fylgja reglum ESB. Nákvæmlega. Þannig getur þú tryggt þig. Já. Að þetta er gard sem er með þessar vottanir þó að það sé ekki að því að þegar þau eru komna með þessar vottanir þá ég man til dæmis eins og vín sem er með ákveðna gæða vottanir þau kosta bara meira að því þessar vottanir kosta rosalega mikið á hverju ári. Já. Þannig á samallega eins og fyrirtækin sem er með vakan veist, það kostar að vera með þetta þannig að það er ekki allt garn sem er ekki með ykkur vottanir, það þarf ekki að þýða það sé ekki endilega gott. Nei, og eins og ég sagði að þú getur líka alltaf spurt eigandan eða sölu aðilann, þú veist, er þetta garn með vottun og hann á að geta svarað því. Nákvæmlega. Hann er herðu, en svona að lokum, ég þetta búið að vera mjög áhugavert spjall hjá okkur en mér langar að spyrja, hvað ert þú með á prjónunum? Herðu, ég er að vinna í uppskrift. Ok, hvernig uppskrift? Sko, þetta er peysa. Barnapeysa allavega til þess að byrja með. Mamma er búin að heimta fullorðinspeysu líka. Ok. Hún er ekki komin með nafn, en uppskriftin er tilbúin, sko. Ég er á fyrri erminni ennþá. Þetta er búin að taka mig langan tíma. Ég er búin að vera smá lægð. Já. En ég ætla svo að gera stærstu stærðina núna og svo ætla ég að gera minnstu stærðina af því ég ætla að hafa 2 ólíkar samsetningar í boði í uppskriftinni. Þannig er að gera stærstu stærðina úr einu garni og svo ætla ég að gera minnstu stærðina úr hinu garninu. Ok. Þannig að ég er ekki búin að vera að deila því í story svo sem en Þú ert nefnilega dugleg á samfélagsmiðlum. Já, reyni það. Er það ekki? Ertu meira á, ég man ekki, ég opnaði TikTok daginn. Ég elska TikTok. Ég nefnilega ennþá. Þið með endilega henda í follow þar vetrargarnin og TikTok. Ég elska TikTok. Þú ert einmitt líka, þú ert að gera skemmtilega svona sketsa og þú ert að gera svona oft relatable. Ég reyni að hafa bæði fróðuleik og líka bara svona grín og glens og oftar en ekki er grín og glensið alltaf sem að fær mestu áhorfun og ég skil það alveg. Já, og ég hef alveg fengið mannin minn með mér í þetta og fólk hefur stundum verið að stoppa hann sko út á götu. Hann elskar þetta, hann er bara, ég er celebrity. Ok, geggja. Líka ef hann er til í þetta, þá til að nota hann í eitthvað svona sko. Og sérstaklega líka þegar hann fekk athygli út á þetta fyrst var hann bara, æ nei, Fanney, hvað er ekki að láta mig gera og ég bara, sætsu, segi þetta bara. Og núna er hann bara, hvernig er það að gera næsta myndband? Já, ok, geggja. Að því, þetta, sko ég já, held ég sá þig fyrst á TikTok. Já. Að ég hætti mér hann inn daginn, ég er ekki stór á TikTok og ég kann rosa lítið á þetta. Að þetta er allt öðruvísi markaður, eða svona allt öðruvísi svona efni sem virkar vel á TikTok versus Instagram. Algjörlega. TikTok er rosalega mikið svona, þú veist, þú verður að gera allt hratt þannig. Þú verður að segja frá hlutunum hratt og bara, þú veist, þetta verður að vera bara, þú veist, þú verður að fá upplýsingarnar inn strax. Og helst líka fólk sé að tala í myndavélina. Algjörlega. Þú vilt helst sjá fólk. Já. En ég hef alveg notað þetta sem bara frían auglýsingamiðil. Já, er það og ég horfi á TikTok svolítið sem bara frían auglýsingamiðil. Samfélagsmiðlar í rauninni, já, sama hvað miðl er rosalega, þú veist, frítt marketing, þannig séð. Já, þú verður bara að hafa hugmyndaflugið. Já. Það er bara, þú veist það einu, og ekki vera feimin fyrir frá hann myndavélina, það er bara, já.
ég er með hugmyndaflugið en ég er bara á feimin. Þú veist, ég var að metta... Hendiði með mig, ég er ekki feimin. Ok. Ég er nefnilega hérna, einmitt, er á prónum saman í dag. Já. Og ég er einmitt alveg með að við erum búin að vera að taka þetta upp bara, af því ég fór í myndavélina. Eitthvað sem ég er ekki vön að gera. Mjög stressuð yfir því. En, já, ég ætla ekki að skoða þetta fyrir að búin að taka upp. En það er svo gaman að sjá eitthvað sem að mér finnst hjálpa svona garðverslunum eða einhverjum sem eru, þú veist, að sjá hver þetta er. Algjörlega. Þá tengist maður miklu meira. Já. Og manni líður líka oft þær sem eru mikið í story og eru mikið að tala, eins og til dæmis Anna Sigga. Já. Mér fannst hún bara að vera vinkona mín Já. áður en ég fór að spjalla við hana. Við vorum bara FaceTime alltaf. Alltaf þegar ég horf á story hennar, þá bara, já, ég er á FaceTime með Önnu Siggu. Einmitt, þú veist, ég til dæmis fer ofta mótnana. Já. Og eins og hérna Pálína og Anna Sigga og hérna Tinna, Tiny Viking og Hera hjá Flóðföru. Algjörlega, já. Ég er oft bara, að því þær sitja oft svona langt spjall. Já, akkurat. Þá sitja þær á og mála mig fyrir vinnuna mótnana og þá líður mér bara eins og ég sé að tala mitt við vinkun í FaceTime. Akkurat. Og þá einhvern veginn... Ég hef sko lítið samt verið að vinna með þetta en á Instagram, af því að ég hef ekkert að segja þannig. En mér langar samt að vera eins og þær og gera, ég horf alltaf á stóriðin þeirra með stjörnir í augunum og bara ekki trufla mig, ég er að hlusta. Já, þetta er oft svo skemmtilegar umræður. Já, ég er alveg, en svo ég get bladrað hérna í hlaðvarpinu, ekkert mál. Akkurat, en mér finnst erfitt að vera í mynd. Já, þú veist, mér finnst alls ekki erfitt að vera í mynd, en ég veit ekkert hvað maður á að vera að tala um í story, eða þú veist, veit ég hvað að segja. Þú er helling að segja um þess að Temu umræður. Já, og ég setti helling í story. Já, og það til dæmis, þú veist, mér fannst þetta bara geggjað, þannig ég heyrði þér. Já. Þú veist, það er svona oft kannski, ég veit ekki, opnar eitthvað tækifæri eða bara, ég meina eins og hún, hérna Ásdís, hún var að tala um prjónfestupröfuna og þá sendi ég líka á hana bara, hei, koma í upptöku með mér. Já. Þetta er geggjuð umræða. Já. Og það er bara einn af mínum vinsalustu þáttum hjá Lykkjufallinu. Þannig að þetta er áhugaverst. Já, nákvæmlega. Þetta er, gerir þú alltaf prjónfestupröfu? Akkur spyrja mig að þessu. Já, nákvæmlega. Ég hef aldrei heyrt svarið, já, alltaf. Það segir það enginn. Nei, veistu, hérna, ég neyðist til þess að gera prjónfestupröfu núna. Ég prjónaði alltaf bara alveg eins og Lykkjufjöldin sagði til. Bara ég þurfti bara að horfa með hann og var bara, já, prjóna númer 4, 22 lykkjur, flott. Já. Og ég vissi að ég væri það. En núna, ég sem sagt í veikindaleyfi og eftir ég byrjaði í veikindaleyfi og það var ekki fyrir en að vinkona mín benti mér á það, eins og hún var í veikindaleyfi og hún upplifði það sama, ég farin að prjóna rosalega laust núna. Áhugaverð. Hún segir bara, þú veist, að þegar maður loksins náði að slaka aðeins á, að þá bara svona, þú veist, af því maður var bara rosa hertur og bara, og þú veist, já, náði lykkjunum valla af prjónunum, en svona loksins það bara svona slaknar á öxlunum, situr í sófanum og ert bara að prjóna, að þá allt í henni bara svona, þú veist, slaknar bara öllu. Og bara, þannig að núna neyðist ég aðeins til þess að gera prjónfestupröfur. Og þú veist, og ég er að nota garn til dæmis í þessu uppskrift sem ég er að gera núna, það sem ég er með á prjónunum núna. Vanalega myndi ég vera að nota prjónun númer 4, ég er sko með prjónun númer 3. Vá, heilt númer. Já, ekki hálft, heilt. Það er svolítið mikill munur. Já. Ég nefnilega, einmitt, lendi akkurat ég prjónaði fast, ég er svona kvíðapissi. Þannig ég var einmitt alveg, ég er oft stressuð, en ég var ennþá meira stressuð. Já. Og það munaði rosalega miklu. Og ég tók ekki eftir fyrir en ég var að máta peysur sem voru með nákvæmlega sama lykkjufjölda. Akkurat. Að önnur var allt í hennu bara ógeðslega þröng. Já. Og þegar ég setti þér hlið við hlið, það munaði bara einhverjum 4-5 centimetrum. Já. Og það er einmitt líka bara það sem að ein lykkja getur gert. Já. Hún getur bara bætt við 5 centimetrum. Nákvæmlega.
eða minka þeim ef maður Já. þannig að það er svo Já. mikilvægt að gera þetta. Já, og þetta, þú veist, maður enga stund að þessu og svo sem, þú veist, ég ger alltaf prjónfestupröfu þegar ég að gera flík á sjálf á mig, af því ég veit að hún verður notuð í 10+ ár, Já, en þú veist, þegar ég að gera kannski 6 mánaða peysu, já, það er svolítið sama. já, ef þetta er ekki fyrir kannski einhvern ákveðin. Akkurat, svona- ef þetta bara fara í gjafakassan hjá mér eða eitthvað, þá er ég bara svona, Já, einmitt. Það er, já, En þú veist, maður ásamt ekki verið með þetta hugafar, maður á að gera prjónfestupröfu. Já. Og ég veit, og þú veist, og þegar að fólk kemur til mín í verslunina, þá er ég alltaf, gerði prjónfestupröfu. Og Já. fólk alltaf eitthvað, svo er ég sjálf þannig. En Einmitt. þú veist, maður á að gera það. Ég var að kenna einn í vinnuna prjóna og byrjum að prjónfestu. Ég hafði aldrei gert prjónfestu pröfu fyrir en ég var að taka upp eitthvað kennsluvídeó daginn. Ég ger bara letingaprjónfestupröfu, sko. Já, einmitt, þetta er ótrúlega fyndið hvað Já. maður nennir þess ekki. Einmitt. En þetta er eins og annars ekki segir, vinkonaðinn sem lígur aldrei að þér. Akkurat. En mér langaði að spyrja þig, hvaðan kom nafnið Vetrargarð? Herðu, mér finnst þetta góð spurning. Ég satt heima hjá mér í eldhúsinu upp í sveit. Sko, hugmyndin varð af Vetrargarðni varð svolítið til sko, þetta var alltaf búið að setja svona aftarlega í huganum á mér þegar ég byrjaði að læra að prjóna aftur að þetta væri eitthvað sem að mig langaði til þess að gera. Mig langaði til þess að eiga minn einn rekstur, mig langaði til þess að flytja einn gat, mig langaði til þess að gera þetta því að þú veist, þó svo að við sem að berjast í bökkum þá er þetta yndislegt, þetta er svo gefandi, mér finnst þetta æðislegt og þó svo maður sé bara að fá, þú veist, 100 krónur í vasan, þá finnst mér þetta bara bestu 100 krónur lífsmins. en hérna, svo verði ég ólétt í janúar 2024 og þá hugsa ég, herðu, nú er tækifærið, nú stekk ég á þetta. Já. Nú ger ég þetta bara, nú hendi ég mér ofan í djúpulaugina og þú veist, þetta gerðist mjög hratt og þú veist, og 8 mánuðum setna var ég búin að opna netverslun, þannig að þú veist, þetta er mjög stuttur tími. Já. Það sem að fer í það í rannsóknar vinnu hjá mér að finna garn og senda á fyrirtæki úti, fá pröfur, þú veist, lesi við samninga og svona. Svo datti bara í þennan ótrúlega mikla lukkupott með Gabó Wool. Þetta er fjölskylduríki fyrirtæki, þau eru með sko gríðarlega flotta vöru og þarna var ég bara, þegar ég prófaði að prjóna úr því, þá var ég bara, heyrðu, þetta er málið og ég las yfir samningin og ég var bara, þú veist, þetta bara heilla mig, mér finnst þetta æðislegt og þetta er eitthvað sem ég vil og ég var bara eyða öllum kvöldstundum í að búa til síðuna, kasólétt, ég átti mjög erfiða meðgöngu og þannig að þú veist, það sá litli tími sem ég hafði fór samt í þetta því ég hafði svo mikinn áhuga á þessu. Gott þá að hafa einmitt eitthvað svona svo brennur fyrir á svona erfiðum tímum. Já. Það getur oft hjálpað manni. Hann gerir það. Svo fæðist dóttir mín 5 vikum fyrir tíman og við þurftum að liggja inn á spítala í viku aðalega sko út af mér, ekki út af henni. Hún er flott, algjör nagli, en þú veist, það var ég sem var svo veik, ég vekk meðgöngu eitrun og var nær bara dauðaðin lífi. Nei. Og hérna lá minni og það frestaðist svolítið opnunina því ég var eiginlega svolítið tilbúin að opna en það frestaði opnuninni og þá sen opnaði ég hérna alveg undir blálok í september 2024. Já. Og það sem að einmitt ég hugsaði, ég vil fá íslenskt nafn, ég vil hafa íslenskt nafn af því að þó svo ég sé að flytja inn einhverja vöru frá útlöndum, þá vil ég samt að fólk tengi við að þetta sé íslenskt fyrirtæki. Já. Og svo er ég líka búa til ég bý til prjónamerki og sel þau til dæmis ég er að tína kuðunga til dæmis út á ströndinni á Akranesi og breyta þeim í prjónamerki. Það? Já. Vá, ég vissi það ekki. Og líka að þú veist einmitt hanna uppskriftir og selja þær og þannig ég vildi íslenskt nafn og þarna einmitt bara svona, þú veist, ok, þegar fólk hugsar Ísland, hvað hugsar þeim? Það hugsar kulda, það hugsar snjó og það hugsar eitthvað svona, já, kósi heit og þannig. Og þá kom vetur
hjá mér og bara, en ég verði samt að tengja þetta við þetta sé garnverslun, þá var ég verða, þú veist, fólk verður að hafa eitthvað tengingu þannig, eða þú veist, það er ekki hægt að hafa þetta bara vetur, en þá kom vetragarn og svo vildi ég bara, þá fór ég í eitthvað logo vinnu og ég gerði bara, hannaði bara logo sjálf, ég vildi hafa það bara eins stílhreint og hægt væri og þannig að þetta er bara texti sem stendur bara vetragarn og svo bara ein nota hana. Já, einmitt. Nei, mér finnst það bara einmitt flott að hafa þetta bara svona einfalt. Akkurat. Og það er oftast svona flottustu logoin. Nákvæmlega. Sem er bara mjög simpul og einfalt. Nákvæmlega. Já, mér finnst þetta gaman. Mér finnst alltaf gaman að því mér finnst erfiðast allt sem ég geri er að velja nöfnin. Já. Á bæði, þú veist, eins og því ég var að velja nýennið, guðmengur og einmitt, nafn og uppskriftinu, mér finnst það erfiðast af öllum. Já. Þannig að mér finnst áhugavert að heyra. En veistu, þetta er svona sko, ég er búin að taka alveg eftir þessu, mamma, hún til dæmis, þegar hún er að hanna, hún sendir mér mynd af flíkinni og hún yfirleitt alltaf vera að senda mér myndir af ferlinu og meðan hún er að hanna og eitthvað, og eins og hún yfirleitt hannar á börnum mína því ég segi henni hvernig ég vil hafa þetta. Já, já. Ekki alltaf. Nei. Ekki drepa mig, mamma. En sko, ég á mjög auðvelt með að nefna hlutina. Og þú veist, þetta bara kemur til mín, þetta poppar bara upp í hugan og bara já, þessi peysa á að heita þetta, þessi flík á að heita þetta handlitagarn á að heita þetta og bara, mér finnst þetta svo auðvelt og þetta bara eitthvað svona poppar og þetta bara svona festist og bara já, þetta verður að heita þetta. Já, sko fyrst að ég er með Excel-skjal með svona 79 hugmyndum og eins og ég var að gera núna peysu daginn á kærasti systir minn er frá Portugal og hann vildi íslenska peysu og ég ætla bara, ég hanna bara nýja uppskrift fyrir hann og svo er ég að fletti gegnum lista minn bara passar þetta oh my god og svo fannst mér ekkert passa og endanum valdi ég eitthvað og mér finnst það ekkert endla mér finnst þetta svo erfitt. Nú sendir þú mér bara alltaf myndir og ég kem með þetta fyrir þig. Þú bara kemur með þetta vá hvað væri næs. Þetta er einmitt eitthvað sem ég held að maður væri með ykkur í ef þetta myndi borga nóg, maður getur bara ráðið starfsmann. En þú veist, ég hef alveg oft verið bara svona velta steinum við vinkonum mín að senda, þú veist, á þær eða þær á mig og bara svona, hvað finnst þér, hvað þessi litur að heita með þú veist, eitthvað með handildagarn eða flík eða, þú veist, eitthvað, hvað þetta heita og bara svona, þú veist, við erum alveg að koma með fram og tilbaka. Já. Notaði vinkonið hennar. Já. Það eru frítt vinnuafl. Nákvæmlega. Nei, ein vinkonu mín sendi mig, ég var að prjóna heima hjá hann daginn og hún bara, heyrðu, sveitaball væri flott nafn á uppskrift. Ok, það er geggjana. Það fór náttúrulega sjálfsögðu listan og ég er búin að nota það. Geggjana. Og þá var ég með alveg bara, þetta verður að vera svona classical looking uppskrift, sko. Já. En þannig, jú, hún er búin að koma með allavega þessa einu hugmynd. Geggja. Þannig að það hjálpar alveg helling, sko. Og stundum er ég með nafn sem ég ætla að hanna eitthvað sem þarf að passa við þetta stóra flotta nafn. Já. En stundum er maður alveg bara, oh my god, þessi peysa. Og þú veist, hún er kannski, já, þetta getur verið algjör hausverkur, sko. Já, og þú veist, ég ætla ekki að draga því. Stundum er ég alveg blankó, sko. Alveg eins og með þessa peysu sem ég er að gera núna, ég er alveg blankó þar til dæmis. Já, en stundum þarf maður bara að sjá þegar hún er tilbúin. Já, og það er oftast þannig. Já. Þá kemur þetta til manns. Einmitt. Og svo er ég líka, upplifið þú þetta er kannski út upplifið þú ekkert þegar þú ert að gera uppskriftir þú veist, ég er rosalega hrædd við svona, er ykkur að fara að saka með maður stela eða almáttugur, já ok, mér finnst alveg gott að mynda að heyra því þetta er, maður er þegar hvort sem maður er í fyrirtækjarekstri eða maður er að hanna eitthvað það er maður svolítið að berskjalda sig fyrir og eins og til dæmis þeir sem eru að mála eða syngja þeir vilja ofta ekki sýna frá fyrir þetta er orðið 100% tilbúið að því, veist, það eru svo margir sem gagnrýna hlutina sem maður er að gera og þess vegna kannski er maður ekki alltaf að sýna í story það sem maður er að hanna og eitthvað að því maður stressar hrættur og ég til dæmis þetta peysan sem er hérna borðan hér ég hugleita alveg að sýna ekki frá henni að því hún er svolítið svona basic þetta er alveg svona classical looking en ég teknaði þetta frá grunni ég var ekki með hennar fyrirmynd þannig ég ætla bara að gera nút og þú ert að reikna upp stærðir líka og þú veist það er enginn að finna upp hjólið allar þessar lykkjur eru til einmitt og hvað eru til margar einmitt röndóttar opnar peysur akkurat en það er einmitt orðin en já þetta er alltaf eitthvað maður er
öllu hræddur þetta að maður sé bara tekin að lífi þú veist, þetta er í alvörunni sem hönnuður þá er þetta eitthvað sem hræðir mig mest í heiminum liggur við einmitt. Að maður veri ásakaður stuldur Já, ég er svo sammála því og af því að það er aldrei ég bara, þú veist, ég held að geti bara sagt það bara fyrir hönd allra hönnuði það er aldrei meiningin 100% það er held ég allir skítrætti við þetta Já. Og það er engin í dag hver sér ykkur að mynd og ætlar að herma eftir henni og halda hann komist upp með það Einmitt. Engin Einmitt. En já, leðilt að heyra það en ég er samt glöð að heyra að, Já, og ykkur annar tengir Já Einmitt. Ég er ekki ein Nei, að þetta kemur svona reglulega svona umræða Já og ég hef líka verið hrædd með nöfn skilur þú veist, þetta er svona hver er ykkur reglur, þetta ekki Einmitt. Þetta ekki þannig að, en já þetta er hvað er til dæmis margir samt Jón út í bæ Já, þúsundir nákvæmlega þannig að já, það er rétt, góð punktur aðeimitt, þetta er bara nafn Já, þetta er bara nafn Já, frábært, það er gott að horfa á þetta svona Herði, já, ég held að það sé bara orðið svolítið flott hjá okkur, er það ekki? Jú, ég held að Mér finnst þetta skemmtilega þáttur Það er mjög áhugavert Mjög áhugavert, það væri líka gaman að heyra þeir sem eru að hlusta hvar þið standið og hvort þetta sé eitthvað sem þið hafið yfir höfuð spáði og fekk þessi umræða kannski ykkur til að endurskoða þetta eða hugsa þessar vottanir eða temu og okkur annan hátt Algjörlega, og það má alveg endilega senda mig skilaboð þetta, þú veist, mér langar að halda þessari umræðu á lofti ennþá og mér langar að fá að heyra ykkar skoðanir líka þetta Já, það er líka bara gaman að heyra þessar mismunandi skoðanir af því það er engin ein rétt skoðun í þessu Nei. Þetta er bara svona okkar vangaveltir og já þannig að endilega þið eru að hlusta á hana þátt þá megiði taka bæði leikjufallið og vetrakar í story Follow okkur Já, einmitt, hendi follow og endilega, einmitt, láta okkur vita bara hvað ykkur finnst og hver er ykkar skoðanar á þessu og alltaf, það er alltaf gaman að sjá hvað þið eru að gera þegar þið eru að hlusta á þáttinn þannig þið megi endilega setja í story ef þið viljið Herði, þá bara Fanny, takk kærlega fyrir að koma hérna í þáttinn og gefa þið tíma til að spjalla við mig Takk fyrir að bjóða mér finnst þetta bara frábært í alvörunni, takk fyrir Bara sömuleiðis, ég er ótrúlega ánægð með þennan þátt Herði